Heyriði í mér? Góðan daginn og verið velkomin á málþing embættis landlæknis sjúklingaöryggi sem ber yfirskriftina Tryggjum öruggar sjúkdómsgreiningar í samræmi við það þema sem Alþjóðaheilbrigðisstofnunin hefur valið fyrir árið 2024. Hrefna Þengilsdóttir heiti ég og yfirlæknir á sviði eftirlits og gæða í embætti landlæknis og formaður fagráðs landlæknis sjúklingaöryggi. Ég verð hér með ykkur í dag sem fundarstjóri og tímavörður Kjartan Hreinn, aðstoðarmaður landlæknis. Og hann mun fylgjast vel með tímanum og gefa fyrirlesurum merki þegar 1 mínúta eftir á tímanum. Því miður gefst ekki tími fyrir spurningar í lok hvers erindis, en vonandi í lok dags ef við höldum vel á spöðunum og vinsamlega stillið á hljóðlausa stillingu á símanum núna. Framundan þétt dagskrá sem miðar að því að vekja til vitundar sjúklingaöryggi og hvernig við, bæði notendur þjónustunnar og heilbrigðisstarfsfólk, getum unnið saman að því að efla það og það von okkar að í lok dags láti sig allir sjúklingaöryggi varða. Með þessum orðum segi ég málþingi sett og býð Ölmu Möller landlækni að koma hér upp og flytja fyrsta erindi á dagskrá. Hún mun fjalla almennt atvik í heilbrigðisþjónustu og hvernig við getum gert og greint betur. Gjörðu svo vel, Alma. Já, takk fyrir ágæti fundarstjóri og komiði sæl og gott að sjá ykkur og líka þið sem eruð í streymi. En ég ætla að halda tímamörk og vinda mér beint að efninu, en þetta í 7. sinn sem að þessi dagur haldinn hátíðlegur og núna eins og fundarstjóri nefndi þema dagsins öruggar sjúkdómsgreiningar. Í fyrra vorum við hér í sama sal að ræða hvernig við virkjum sjúklinga til þátttöku í eigin öryggi. Nú, með öryggi sjúklinga eigum við einfaldlega við að sjúklingur hljóti ekki skaða af þeirri þjónustu sem auðvitað ætluð til að bæta heilsu þeirra á lífsgæði. Og þegar við erum að tala óvænt atvik, þá eigum við hvers konar frávik í þjónustu sem að veldur sjúklingi tjóni eða hefði geta valdið honum tjóni. Og þar getur verið að ræða óhöpp og þekkta fylgikvilla, en líka að gera eitthvað rangt eða láta hjá líða að gera eitthvað sem rétt. Og við tölum alvarlega atvik þar sem að sjúklingur hefur hlotið skaða eða afleiðingar hefðu geta orðið mjög alvarlegar. Og það var sjálfur Hippókrates sem að fyrstur bent á það að það mikilvægasta í okkar störfum einmitt að valda ekki skaða. Nú, það mannlegt að gera mistök og árið 1977 var mannskæðasta flugslys sögunnar þegar rákust á 2 flugvélar á Tenerife og það létust á 700 manns. Og þetta var til að vekja flugið virkilega til vitundar öryggi. Nú síðan vaknaði heilbrigðiskerfið árið 1999 en þá kom út skýrslan To Err is Human, Building a Safer Health System í Bandaríkjunum og þar var áætlað að á hverju ári myndu látast þetta 44 til 98.000 manns vegna alvarlegra atvika í heilbrigðisþjónustu. Og þetta vakti að vonum mjög mikla eftirtekt og þetta samsvarar einni jumboþotu á dag. Og þar með var þetta svona orðin kannski vandi sem við gátum ímyndað okkur og við getum spurt okkur myndum við nota flug ef að við gengjum að þessu. Og við vitum að það verða alvarleg atvik í heilbrigðisþjónustu. Það talað í 10% bráða innlagna og mest hætta þar sem að fólk veikast og hraðinn mestur eins og gjörgæsla þar sem ég unnið mestan minn feril, skurðstofum, bráðamóttökum og í fæðingarþjónustu. Og við skráum það bil 11.000 atvik í heilbrigðisþjónustu á Íslandi. Í 60 þeirra voru tilkynnt sem alvarleg atvik til embættis landlæknis í fyrra
og gæti það að það ekki endilega þannig að sjúklingur hafi skaðast þó að slíkt atvik sé tilkynnt og af þessum 60 þá voru 17 sem höfðu með þema dagsins sjúkdómsgreiningar að ræða eða voru tilkynnt þannig til okkar. En við erum ekki við rannsökum atvik til að finna út hvað hefur gerst til að sjá hverju þurfa að breyta. En það er ekki á okkar verksviði að tala orsakir andláta. Nú, alvarleg atvik eru meðal 10 algengustu dánarorsaka í heiminum og eru talin geta skýrt 10–15% kostnaðar í OECD-löndunum og það er ekki lítið. Og þarna erum við að tala algengustu atvikin sem eru blóðtappar, þrýstingssár, sýkingar og byltur, líka lyfjatengt atvik og fylgikvillar skurðaðgerða og síðan seinkaðar og rangar sjúkdómsgreiningar. Og af hverju verða atvik? Þessi ágæti maður sem er skurðlæknir í Boston, Atul Gawande, hann hefur bent á það að heilbrigðisþjónustan, hún hefur vaxið svo hratt að flækjustigi að við einfaldlega náum ekki að halda við þá þróun. Og þetta er önnur tilvitnun sem að Páll Matthíasson, hann fór á námskeið og heimsótti þar Geimferðastofnun Bandaríkjanna og þeir sögðu heilbrigðisþjónusta er ekki geimvísindi. Hún er miklu flóknari og ég tek undir það. Nú, atvik tengt sjúkdómsgreiningum, þau eru það er mikilvægt að beina sjónum að þeim því að auðvitað er rétt og tímanleg sjúkdómsgreining forsenda góðrar og réttar meðferðar. Og þarna getum við verið að tala seinkaða greiningu, ranga greiningu eða mönnum yfirsérstreinlega greining, að sjúklingur sé ekki upplýstur og svo núna erum við farin að sjá meira svokallaðar ofgreiningar og það er efni í annað málþing. En það er áætlað eftir svona mismunandi rannsóknum en þetta eru svipaðar tölur, 16–17% atvika sem hægt var að koma í veg fyrir eru tengd sjúkdómsgreiningu. Og við þekkjum örugglega öll dæmisögur seinkaða greiningu krabbameina og að sjúklingum með bráða kransæðastíflu var sendur heim. Og ástæður fyrir alvarlegum atvikum eru alltaf fjölþættar orsakir og ýmist tengt kerfum eða mannlega þættinum og þarna getum við verið að tala bara það er of mikið álag, það er ónóg þjálfun þeirra sem að sinna verkum, það eru samskiptabrestir, áhættumat læknis er ekki rétt og síðan tala ég þarna gildrur hugans sem eru alls konar hugsanavillur og sjónir beinast meira af, þetta er upp á ensku kallað cognitive errors og það er eins og rörsýn að þú ákveður strax að hengja þig á einhverja greiningu og svo bara tekur ekki tillit til alls konar þáttar sem að benda þér kannski á annað. Þannig að þetta er eitthvað sem við erum að skoða meir og meir. Nú, hvað getum við gert til að efla öryggi? Og þar held ég að sé nú mikilvægast eins og að efla mönnun og svo þar menntun, starfsþjálfun og símenntun, auðvitað vera alltaf í takti við umfang og eðli verkefna. Og starfsumhverfið allt þarf að vera skipulagt þannig að það styðji við öryggi, sjúklinga og starfsmanna því að öryggi sjúklinga og starfsmanna er algjörlega samofið. Og þarna erum við að tala hvers kyns vinnuskipulag, notkun á gæðahandbókum, leiðbeiningar og svo framvegis. Og svo það öryggismenning, hún þarf að ríkja og það eru bara hvernig við lítum á og umgöngust öryggi. Og það getur verið erfitt að skilgreina þetta en mín skilgreining er einföld. Það er bara að vera með öryggissjúklinga á heilanum. Þú ert alltaf að hugsa það. Síðan þetta sem ég var búin að nefna, að virkja sjúklinga meira til þátttöku í eigin meðferð og öryggi og það geta komið mjög mikilvæg líka input frá aðstandendum í yfirvegaðri umræðu, síðan að skrá og vinna úr atvikum og margt fleira.
Á Íslandi erum við með áætlun geðþróun í heilbrigðisþjónustu sem að byggir á 4 stoðum. Það að allir séu stöðugt að vinna að umbótum, það að allir séu að nota gæðavísa til leiðbeiningar, það að allir séu að skrá og vinna úr atvikum og að við gerum þjónustukannanir til að kanna vilja og skoðanir sjúklinga. Og síðan á að sjóða þetta saman í gæðauppgjör sem að verður birt og þetta bara allt í vinnslu. Nú, við förum yfir atvik hjá embætti landlæknis, við förum yfir gögn, við notum aðferðir rótagreininga í völdum tilvikum og síðan komumst við að niðurstöðu það sem miður fór og þannig ekki beint sjónum að við erum ekki að kenna fólki við erum bara að benda á það sem betur mátti fara og í stöku tilfellum getum við þurft að skoða þátt einstakra heilbrigðisstarfsmanna sérstaklega og síðan að fylgja eftir að úrbætur séu gerðar og það margt sem að stofnun þarf að gera þegar alvarlegt atvik verður og þau þurfa að vera markviss viðbrögð gagnvart sjúklingi og aðstandendum, gagnvart samstarfsfólki því að það að verða valdur að öryggi auðvitað hræðilegt og það oft talað hitt fórnarlambið, aðal fórnarlambið auðvitað sjúklingur og aðstandendur og síðan bara markviss viðbrögð líka til að tryggja áframhaldandi traust til stofnunar. Og við höfum gefið út leiðbeiningar þetta allt og ég skrifa grein á Vís í dag og þar slóðir á allar þessar leiðbeiningar. Þær ekki nýjar en þær hafa staðist ágætlega tímans tönn og það má alveg láta okkur vita ef þið hafið einhverja athugasemdir. Og það auðvitað bara lagaleg skylda að tilkynna og vinna úr atvikum og það auðvitað skapar þetta traust og vinnur að öryggismenningu og það bætir líðan allra ef atvik hefur orðið að vinna úr því. Og þetta tilvitnun í Sir Liam Donaldson sem var landlæknir Breta og ég fékk þann heiður sem ungur læknir að tala á sama málþingi á hann. Hann sagði, to err is human, to cover up is unforgivable, to fail to learn is inexcusable. Og svo sjáum við auðvitað skiljanlega auknar kröfur frá aðstandendum og fjölmiðlum. Og þarna önnur tilvitnun að það má ekki grafa atvik, þá grafast fleiri sjúklingar hugsanlega með þetta kalt en svona þetta. Og við vitum hvað sjúklingar og aðstandendur vilja þegar að atvik hefur orðið. Þau vilja að það sé viðurkennt hvað gerðist. Þau vilja afsökunarbeiðni og það ekki sama á að taka á sig sök að biðjast afsökunar. Þau vilja heiðarlegar útskýringar eins og þær liggja fyrir á hverjum tíma. Þau þurfa og vilja stuðning og svo mikilvægast af öllu að verði gerðar raunverulegar úrbætur. Ekki bara við segjumst alla lagahlutina, heldur að það sé gert og því sé fylgt eftir. Og þannig til dæmis frá breska heilbrigðiskerfinu ágætis bæklingur sem fjallar þetta. Og það flókið að efla öryggi sjúklinga og það ekki bara mér sem finnst það, við höfum rætt þetta á erlendum, ég hef rætt þetta við erlenda kollega og öllum finnst hlutirnir ganga of seint og hægt. En við verðum að halda áfram og hér hefur aðeins verið tekið á löggjöf þessi mál. Við þurfum miklu öflugara gæðastarf og forvarnir og markvissari viðbrögð líka. Og við eigum bara að vera að hugsa það að auka öryggi sjúklinga og þar með starfsfólk. Og þetta sameiginleg ábyrgð okkar allra, heilbrigðisráðuneytis, embættis landlæknis, heilbrigðisstofnana, heilbrigðisstarfsmanna, notendaþjónustunnar og fjölmiðla. Og að við höldum áfram með yfirvegaða og vandaða umræðu til að bæta hlutina. Og að svo mæltu þá læt ég máli mínu lokið og hér hef ég sparað fundarstjóra nokkra mínútur. Ég ætla að upplýsa það að ég þarf að víkja af þessum fundi því að yfirmaður minn hefur kall til fundar og hann eini sem fengi forgang umfram þetta málþing, Willum Þór. En bara ég kem tilbaka og vona að þið læri mikið. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Alma, kærlega.
Nú virkar ekki músin. Það fínlega áðan. Kemur ekki bendillin. Spilum hvort að við getum. Í næstu erindum verður fjallað nánar aðgengi að þjónustu á réttum stað og tíma en það ein af meginforsendum tímanlegrar sjúkdómsgreiningar. Ingibjörg Rós Kjartansdóttir, fagstjóri hjúkrunar og svæðisstjóri á upplýsingamiðstöð heilsugæslunnar, flytur nú erindið rétt þjónusta á réttum stað. Forflokkun í heilbrigðiskerfinu, gjörðu svo vel, Ingibjörg Rós. Takk fyrir kærlega og gaman að taka þátt í þessu degi með ykkur og eins og segi ég heiti Ingibjörg og starfandi sem fagstjóri hjúkrunar og svæðisstjóri á upplýsingamiðstöð heilsugæslunnar. Erindi mitt ber heiti rétt þjónusta á réttum stað, forflokkun í heilbrigðiskerfinu. Upplýsingamiðstöð heilsugæslunnar, ný deild innan HH, heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins, hún var stofnuð hérna í janúar 2022. Þetta er mjög ung deild. Hún var stofnuð í kjölfar COVID-faraldrinum og varð svona heimili heilsuveru. Og það svona þekkingavefur á heilsuveru. Hún sinnir hinum ýmsu störfum. Það þetta þekkingavefur á heilsuveru. Við erum með það í samræði við embætti landlæknis og líka Landspítalans. Við erum að sjá símsvörun í 1700 eða 1700 síman. Við erum að sjá netspjallið á heilsuveru, ferðamannaheilsuvernd og bólusetningu, ráðgjöf, meðferð og eftirfylgni tóbaks eða nikótínnotkun og svörun á síma héraðsvaktarinnar og svörun á síma í BUGL. Það er svona ýmis verkefni sem við erum að sinna. En aðalega það sem ég ætla að fjalla þessi þrennt sem rauðmerkt. Forflokkun trías í gegnum síma eða netspjall. En hvað forflokkun í gegnum síma eða netspjall? Ferli til að veita ráðleggingar. Það ákvarða hversu brýnt læknisfræðilegt vandamáli og koma erindinu í farveg. Forflokkunin hún getur bætt samskipti heilbrigðisstarfsfólks og sjúklinga, gæði þjónustunnar og ánægju sjúklinga. Hún getur stuðlað að bættum klínískum árangri, færri heimsóknum á bráðamóttöku og sjúklinga fá aðgang að viðeigandi þjónustu á viðeigandi tíma. Það aðalega það sem skiptir máli. En markmið okkar í forflokkunni að veita þessa faglegu ráðgjöf í gegnum síma og netspjall. Það óháð því hvort að einstaklingur leita til okkar í gegnum síman í 1700 eða í gegnum netspjall, það bara nákvæmlega sama þjónustan sem veitt. Til þess þetta að lágmarka skrefin í heilbrigðiskerfinu, draga úr álagi á heilbrigðiskerfinu með því að fækka þessum kannski óþarfa komum á heilsugæsluna og bráðamóttökur. Og þá ég að tala þess sem flokkað í forgangi 5, til dæmis á bráðamóttökunni. Við erum líka að auka heilsulæsi og stuðla valdeflingu sjúklinga með því að halda uppi góðum þekkingavef á heilsuveru. Við getum beint fólki á góðan vef þar sem getur nálgast upplýsingar á auðlessanlegan hátt. Allt þetta stuðlar að réttri þjónustu á réttum stað á réttum tíma. En gott verklag grundvöllur góðrar þjónustu, eins og við vitum. Og því skiptir miklu máli þjálfun starfsfólk, skýrt verklag og við erum með verklagsleiðbeiningar sem inn á heilsuvera.is fagfólk og þar fer starfsfólki inn með rafrænu skilríkjum og þar ákveðnar verklagsleiðbeiningar. Og svo það heilsuvera.is þekkingavefurinn sem ætlaður almenningi. Þetta þarf að vera auðvelt í notkun, sýnilegt og það náttúrulega það sem við erum fyrst og fremst að gera að veita skilvirka og góða þjónustu óháð búsetu. Þannig einstaklingar hvar sem á landinu fái sömu þjónustu.
En bara til að sýna ykkur hvernig verklagið lítur út, þá þetta svona flæðiritt, mjög einfalt í notkun og þetta einungis til þess að styðjast við. Þannig að, og til þess að stuðla að því að við séum að veita svipaða þjónustu, eða sömu þjónustu. En forflokkunin, hún fer í gegnum 1700, 1700 síman og netspjall á Heilsuveru. Þetta hófst sumarið 2023 og var í rauninni tilraunaverkefni á Heilsugæslunni á Akureyri þar sem var forflokkað á dagvakt og síðdegisvakt. Og það var þróað svona netbókunarkerfi sem að talar saman við söguna sem getur gert það að verkum að við getum bókað viðkomandi og klára dæmið og bókaðan á dagvakt á heilsugæslustöð. Tilraunaverkefni á Akureyri skilaði gríðarlegum bara árangri. Það er 50% fækkun á komum á vaktina og við leystum 70% símtala með ráðgjöf. Og þessar tölur sýna okkur það að með því að forflokka í síma það ber árangur. Forflokkunin skiptist í raun og veru í þetta tvennt. Það í rauninni vegvísun í heilbrigðiskerfinu sem þjónustufulltrúi sem sinnir því og svo það veita faglega ráðgjöf og koma erindinu í farveg sem heilbrigðisþjónusta og hjúkrunarfræðingur sem veiti þá þjónustu. Þjónustufulltrúar hjá okkur, þeir leysa svona það bil 50% af erindunum sem koma til okkar. Þeir leysa til dæmis vegvísinu með þjónustuvefsjá, hvers skal leita, leiðbeiningar lyfjaendurnýjun á mínum síðum, hvernig á að skipta heilsugæslustöð, bólusetningaráðgjöf, fólk í vanda erlendis, hvert á að leita innan kerfisins. Leiðsögn á mínum síðum á Heilsuveru, almennar fyrirspurnir og svo setja þau líka þessi bráð erindi í forgang til hjúkrunarfræðings eftir ákveðnum verkferlum. Hjúkrunarfræðingar, erindum til hjúkrunarfræðinga má skipta upp í 5 flokka. Það sem sagt erindi leyst með ráðgjöf, erindi metið og þurfi skoðun strax eða næsta virka dag, erindi metið þannig að starfsfólk heilsugæslu geti leyst málið án þess að viðkomandi þurfa að mæta á stöðina, til dæmis með símtali. Erindi metið sem þarfnast úrlausnar til lækna á næstu dögum og svo erindi metið að þurfa að vísa beint á bráðamóttöku. Forflokkun og staðan í dag að við erum að forflokka inn á 6 heilsugæslustöðvar HH. Við erum að forflokka inn á heilsugæsluna á Akureyri, heilsugæsluna á Selfossi, svo erum við líka með Heilbrigðisstofnun Vesturlands 8 starfsstöðvar. Bara til að sýna ykkur að ganni tölur, en þetta sem sagt heildarfjöldi erinda per mánuð frá janúar til 1. júlí núna síðastliðinn. Og sjáu hérna í janúar þá byrjum við 1. febrúar með að taka næturvaktir í 1700 síman, 1. mars tökum við alfarið við 1700 símanum og svo sjáu þið aukninguna, hvernig hún verður. Samskiptaseðlarnir sýna líka í raun og veru þessa heilbrigðisþjónusta sem sýnir að þetta þau erindi sem fara til hjúkrunarfræðings, á borð hjúkrunarfræðings. Sjáu þetta mögulega þarna, svona skiptist þetta. Hjúkrunarfræðingur að leysa 56% af erindunum og koma í farveg og þjónustufulltrúi 44%. Þetta þessum úrlausn á erindum. Þá erum við að leysa 64% erinda sem koma á borð hjúkrunarfræðings með ráðgjöf. Við erum að vísa á heilsugæslur í 29% tilfella og 7% á bráðamóttöku. Þetta svona þjónustan eftir landshlutum og sjáum við að allt landið að nýta þessa þjónustu og náttúrulega 15% þarna út af því að forflokkun á Akureyri, en það sýnir okkur samt sem áður að allt landið að þiggja þessa þjónustu.
Ég tók til gamans bara erindi sem komu núna á borð til okkar einn mánudag núna í lok ágúst. Það voru 1233 erindi sem koma til okkar og það skiptist svipa jafnt. Þá eru hjúkrunarfræðingar með 597 og þjónustufulltrúar með 636. Í öllu þessu, það skiptir svo miklu máli bara rétt þjónusta á réttum stað á réttum tíma og passa upp á það að lágmarka þessi skref í kerfinu. Við klárum dæmið og leitum úrlausna í staðinn fyrir að vísa einhvert annað. Þá vil ég bara þakka fyrir mig. Þakka þér fyrir, Ingibjörg Rós. Næsta erindi flutt af Margréti Ólafíu Tómasdóttur, yfirlækni á Þróunarmiðstöð Íslenskrar heilsugæslu. Og erindi heitir Get ég fengið tíma hjá lækni? Gjörðu svo vel, Margrét Ólafía. Góðan daginn, gaman að sjá okkur hérna í salnum og takk fyrir að leyfa mér að vera með í dag. Mér var falið að ræða verkefni undir þessu aðgengi að þjónustu, aðgengi að greiningu og hvað taka þennan pól hér sem mér hugleikinn sem heimilislækni. Þannig að þið takið viljan fyrir verkið og afsakið hann sé svolítið heimilislækni fókuseraður. Ég setti hennan brandari hérna fremst. Ég hef notað hann reyndar lengi í kennslu læknanema, en þetta eru hérna 2 krakkar. Þeir eru að leika NHS-leikinn sem breska heilbrigðiskerfið. Stelpan segir, ég hélt við værum í læknisleik. Strákurinn sem er í tölvuleiknum og segir, já, við erum að því. Ég þarf að bíða í 6 mánuði eftir mínum tíma. Og það versta samt að kannski þetta ekki rosalega mikill brandari. Af því að við skoðum umfjöllun í samfélaginu í dag, við skoðum samfélagsmiðla og fréttastofur og þá eru hlutirnir svolítið svona. Þetta er tekið af Facebook, hérna kona, hún er með fastan heimilislækni sem að reyndar bara rétt 50% Íslendingum eru með. En hún getur hvorki fengið tíma hjá honum, segir hún nýja öðrum á heilsugæslustöðinni. Hún hefur verið að reyna að hringja á slaginu 8 á morgnana, hún nær samt ekki inn í tíma og ég veit að það er á mörgum stöðum biðröð klukkan 8 í síman. Það er á þeim stöðum sem að reyna að laga álagsvandann með því að beina fólki með því að hringja snemma á morgnana og bóka stutt fram í tíman. Önnur segist þurfa að bíða í 2 mánuði eftir tíma. Spyr, þó þetta sé bara lyfjamál, gæti verið að maður ætti bara að leita á læknavæktina með svona vandamál. Líklegast hefur hún gert það. Önnur getur fengið símatíma hjá læknum sínum eftir mánuð og spyr hvað eiginlega að hjá okkur. 3 mánaða biðtími eftir lækni, fjölmiðlar eru svipaðir. Hérna var Vísir að taka saman að óbókuðum komum á heilsugæslu fjölga gríðarlega milli ára. Þannig jafnvel að sumar heilsugæslustöðvar séu hættar að geta tekið á móti föstum tímabókunum. Og þetta er áhyggjuefni sem ég ætla að koma inn aðeins seinna í fyrirlestrinum líka. Að fókusin hefur breyst svolítið úr því að við getum verið að bóka fast eftirlit yfir í að við séum að sinna meira og meira bráðaþjónustu á heilsugæslunni. Og það er varhugavert. Annars staðar fór fréttastofa á stúfana og sá það var svona mánaða biðtími eftir lækni í það minnsta og sums staðar ekki hægt að bóka tíma vegna álags. Þetta er svolítið sami söngurinn sem við heyrum aftur og aftur og aftur. Ef við skoðum svo söguna, þá sjáum við að þetta er bara alls ekkert nýtt vandamál. Þetta er hann Emil Sigurðsson, prófessor í heimilislækningum með leiðara í Læknablaðinu frá 2001. Þetta er 23 ára gamall leiðari þar sem hann er að lýsa nákvæmlega sama vanda. Svo ef við skoðum starfsemistölur, að þá getum við aðeins kannski komist nær því að greina hver vandinn er. Og þetta er úr ársskýrslu heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins og þá séum við skoðum hérna viðtöl á stofu sem eru appelsínugula súlan og þeim hefur fjölgað frá 2016 til 2023 rétt 80.000, 60-70.000.
Við sjáum líka ef við skoðum talnabrunn embættis landlæknis að viðtölum á stofu heimilislækna hefur fjölgað 100.000 á 18 ára tímabili frá 2005 til 2023. Á þessu sama 18 ára tímabili hefur Íslendingum fjölgað 81.000. Þannig að þetta eru 100.000 fleiri viðtöl en 81.000 fleiri þjónustuþegar. Og þegar við skoðum hér og sjáum að samskipti á hvern íbúa það bil 1,7, þá augljóst mál að við erum ekki að ná að anna þessari fjölgun í mannfjölda með endurspeglun og viðtölum í stofu. Við sjáum líka, ef við fer aftur tilbaka á þessa mynd hér, að það áhugavert að sjá að efst yfir heilsugæslustöðvar læknavaktin, sem reynda bara alls ekki heilsugæslustöð, heldur bráðaþjónusta utan dagvinnutíma. Og þá ef við greinum tölurnar frá 2008 sem voru elstu tölurnar sem ég hafði við læknavaktina og yfir til 2023 og þá sáum við að hlutfall viðtala læknavaktarinnar af heildarviðtölum heimilislæknastofu hefur aukist á þessum tíma úr 9% í 12%. Og það held ég að endurspegli það að yfirflæði frá heilsugæslunum hafi aukist og fleiri þurfa að leita í bráðaþjónustu eða utan dagvinnuþjónustu sem ekki góð þróun. Ef við skoðum svo þjónustukönnun sjúkratrygginga og þetta aftur úr ársskýrslu HH, þá sjáum við að það sem að fólk leitar helst eftir við úrbætum og þjónustu að það sé styttri bið eftir læknisþjónustu. Það eru 73% þjónustuþega sem óska eftir styttri biðtíma. Við sjáum líka ef við berum saman árin 2019 og svo 22 og 23 að mestu breytingin í rauninni að fólk óskar eftir bætti símsvörun eða betra viðmóti starfsfólk. Því fannst erfitt að eiga þessi fyrstu samskipti við heilsugæsluna. Og það eru fleiri sem óska eftir að fá skráningu á fastan heimilislækni með aukningu úr 20 í 28%. Það svona stærstu stökkin á þessu ára tímabili þannig. Ef við skoðum aftur þjónustukönnunina frá 2023 og skoðum hversu viðeigandi biðtíminn var þegar þú varst að leita á heilsugæsluna, þá sjáum við á samanburði á árunum 2022 og 2023 að það í rauninni svipaður fjöldi sem fékk tíma samdægurs eða strax af þeim sem voru með mjög brýnt erindi. En samt sem áður þá þar lækkun á að fá tíma við hæfi úr 51% niður í 43%, það 8% lækkun á því að fá tíma við hæfi. Það líka greinilega aukning á þeim sem voru ekki með mjög brýn erindi sem þurftu að bíða lengur eftir úrlausninni sinni. Og þar líka minnkaði hlutfallið í því að fá tíma við hæfi úr 59% niður í 52%. Þannig heilt yfir alveg töluverð hlutfallsbreyting á því að fá rétta afgreiðslu á réttum tíma þegar það bara verið að bera saman þessi 2 ár. Þannig að þarna sjáum við að þjónustunni hefur hrakað svolítið. Ef við tökum þá saman þessar tölur sem ég búin að vera að segja hér, þá segja þær mér eftirfarandi. Fyrsta lagi þá fjölgar samskiptunum, en samskiptum á hvern einstakling hefur fækkað úr þarna gullnu árunum í kringum 2008 og 2009, þar sem 2,1 viðtal á hvern skjólstæðing, niður í 1,7 í fyrra. Og að við náum augljóslega ekki í fjölda viðtala að halda yfir mannfjöldaþróunina. Við sjáum að hlutfall þeirra sem leita á læknavaktina aukast á milli ára. Þannig það ákveðið yfirflæði greinilega af heilsugæslunni yfir á læknavaktina. Við sjáum að fjöldi viðtala sem fær viðtal strax við brýn erindi svipað á milli árana 2022 til 2023, en það eru fleiri sem fá ekki viðeigandi úrlausn við minna brýn erindi. Og helstu úrbætur sem fólk vill að styttri biðtími eftir viðtali, aukna skráningu á fastan heimilislækni og bætt viðmóti í síma. Og út frá þessum tölum þá velti ég ákveðnum þáttum fyrir mér. Í fyrsta lagi getur náttúrulega vel verið að þessar breytingar á aðkomu og fyrstu forflokkun sé að valda svona tímabundinni bjögun. Það að segja að fólk eigi erfitt með þær breytingar sem eru í gangi akkurat núna. Við erum nýbúin að taka upp upplýsingamiðstöðina sem að vinna mjög gott starf, en fólk ekki vant í að þurfa að leita þangað, það vant í að leita öðruvísi inn í kerfið og þetta auðvitað getur skapa frústrasjón og óánægju til þess að byrja með á meðan að fólk lærir á nýtt kerfi. En það gæti líka verið að með þessari breytingu í að fólk þurfi fyrst að hringja í opinbert símanúmer og þá séum við að missa dálítið af þeirri persónulegu nálgun sem að heilsugæslan hefur lagt upp með þessi hornsteinn þjónustunnar sinnar. Og það eitthvað sem við þurfum virkilega að greina þegar fram líður
með upplýsingamiðstöðina. Það gæti líka verið að þessar breytingar sem margar heilsugæslustöðvar hafa gert varðandi tímabókanir hjá læknum. Bóka ekki meira en mánuð fram í tíma, láta fólk hringja klukkan 8 á morgni til þess að reyna að ná tíma þegar þeir opna fyrir bókanir, að það sé að hafa slæm áhrif út af við. Það sé að valda pirringi og ólgu í samfélaginu sem að endurspeglist í þessum kommentum á Facebook. Og ég held að það geti mjög vel verið. Þar vantar kannski að við útskýrum betur, að allir séu í sama skilningu af hverju við erum að gera þessar breytingar og hvernig þið geti fengið þjónustuna. Og svo getur verið að við séum að færa áherslu þjónustunar í heilsugæslunni í ranga átt. Og þar held ég að sé kannski eitthvað til í málunum. Ég ætla að fara aðeins betri, það var punktur sem ég gleymdi hérna, varðandi breytingarnar á því hvernig fólk upplifir aðgengi að þjónustunni. Af því að það er þungavíkta punktur þegar við erum að tala öryggi sjúklinga. Það er ekki endilega alltaf það að þú fáir tíman eitt fyrir bingo, heldur er það að þú fáir áheyrn í kerfinu, að þú upplifir, þú vitir hvert þú er að leita, að þar sé einhver sem þú tekur mark á, sem heyrir kvörtunina þína og setur hann í farveg sem þér finnst viðeigandi. Að allir séu að sitja við sama borð. Og þar held ég að við þurfum að taka okkur dálítið á í upplýsingagjöf þannig að fólk upplifir þetta öryggi sem það þarf á að halda. En punkturinn hérna neðst að við gætum verið að færa áherslu þjónustunnar í ranga átt, að hann endurspeglast aðeins í þessu yfirflæði yfir á læknavaktina. Það er í rauninni þetta með að þegar að þunginn af óskum tíma verður svo mikill að við ráðum ekki alveg við bráðnaþjónustuna, að þá höfum við sett meira og meiri mannafla lækna í að sinna bráðri dagþjónustu á heilsugæslu. Á sama tíma verður erfiðara að fá bókaðan fastan tíma hjá lækni, sem þýðir að við erum ekki að sinna eins vel því sem er grunn heilsugæsla. Þessi langtíma eftirfylgd skjólstæðingar okkar, það að við séum að hitta okkar sjúklinga, að það hverfur í því að við séum einhvern veginn stöðugt að sinna smáerindum sem að kalla á að við hlaupum eftir þjónustunni. Og þetta eru hlutir sem hafa verið skoðaðir endurtekið út allan heim og eru hlutir sem skipta virkilega miklu máli í því hvernig við erum að reka heilbrigðisþjónustuna okkar. Það hefur verið endurtekið sýnt fram á að það er ákveðið kostnaðarhagræði í öflugri grunnheilbrigðisþjónustu. Og við sjáum það líka að þar sem eru fáir heimilislæknar, að þar er aukin þjónusta af lágum gæðum, sem sagt aukin sóun í kerfinu. Það sem þessar skýrslur sem ég vitni hér er að lýsa er að þegar við erum að hlaupa meira eftir litlum bráðaerindum sem eru kannski ekki endilega svo bráð, kvef og hósti og kviðverki sem gætu gengið yfir eitthvað sem þarf ekkert endilega að hafa komið inn til læknis, þá erum við að tapa þessari samfellu sem við annars gætum haft í að sinna langvinnum sjúkdómum sem þurfa okkur að halda til þess að fólk sé í rauninni að bæta heilsu sína. Þetta endurspeglast líka í þessari norsku rannsókn hér, sem ég veit að Oddur ætlar að tala aftur og eftir, og ég vildi samt hafa líka því hún bara skiptir gríðarmiklu máli þegar við erum að tala þjónustu heilsugæslunnar og heimilislækna. Þetta er grein sem birtist í British Journal of General Practice árið 2022 og hún er að skoða áhrif samfellu í þjónustu á lífslíkur og aðra notkun heilbrigðisþjónustunnar. Nú er Noregur þannig uppbyggður að það eru nánast allir, ég held að 90% íbúa landsins séu með fastan heimilislækni. Og þessi rannsókn var að skoða það hvernig þú varst að nýta aðra þætti þjónustuna og hvernig heilsa þín var yfir höfuð eftir hversu lengi varst búin að eiga sama heimilislæknin. Heimilislæknin sem þú hittir endurtekið og treystir og þú upplifir ákveðið öryggi í samskiptum við. Og þá sést hér, ef við skoðum litina hérna neðst, hér eru þeir sem voru búin að eiga sama heimilislækni í 1 ár og grænir eru þeir sem eru búin að eiga sama heimilislækni í meira en 15 ár. Að hérna er nýting á annarri bráðaþjónustu, læknavaktinni eða bráðaþjónustu spítala. Og þá sjáum við að eftir því sem varst búin að vera lengur með þinn heimilislækni, þeim munum minna varst að nýta aðra þjónustu í kerfinu. Það sést líka að það dró úr innlögnum á bráðasjúkrahús eftir því hversu lengi þú varst búin að vera með sama heimilislækni, þegar það var búið að leiðrétta eftir aldri og kyni. Loks sjáum við það sem er áhugaverðast í þessu öllu saman, að lífslíkur þeirra sem voru búin að vera lengi með sama heimilislækni voru töluvert meiri en þeirra sem voru búin að vera stutt með sama heimilislækni. Og hérna fer þetta línulega niður á við sem sýnir eftir því sem varst lengur með sama heimilislækni þeim mun betri eru lífslíkur þinnar. Þessi munur hér, hann er í rauninni sláandi mikill. Við erum að tala einhver 20% mun. Við tala mun sem er mun meiri heldur en kemur fram í ýmsum lyfjatilraunum sem við erum að skoða nú til dags.
Annar vinkill í þessu með aðgengi að heilsugæslunni hvernig samfélagsgerðin að pressa á þjónustu. Og þetta hér eldgömul mynd. Hún oft kölluð White myndin og hún kom fyrst fram árið 1961, þannig hún eldgömul. Hún í rauninni að lýsa 1000 einstaklingum á mánaðartíma. Og þá sjáum við hérna, þá fann ég rauða blettin, svo hvar var hann aftur? Hérna. Við erum hérna með 1000 einstaklinga, það allur kassinn. Og þetta mánuður af einkennamynd. Og við sjáum að 800 einstaklingar, 80% af öllum í þýðinu, eru að finna einhvers konar líkamleg einkenni á einum mánuði. 327, 33% af öllum, 1 af hverjum 3 íhugar að sækja læknisþjónustu. Þessari mynd hér sem birtist árið 2001 en upprunalega í sömu mynd 61, að þá eru 217 sem að fara á heilsugæsluna, 20% af þýðinu á hverjum tíma. 13% fara á bráðamóttöku og minni en 1 fer á bráðasjúkrahús. Nú var ég náttúrulega að segja vitlausar prósentutölur, af því það 1,3% sem fer á bráðamóttökuna. Ef við uppfærum þessa mynd til dagsins í dag og einföldum hana dálítið, þá getum við séð hér 1000 íbúa á hverjum tíma og við sjáum þessa sem upplifa einkenni, þessa 80% af öllum, að þeir eru flestir og ættu flestir að bara hugsa, já, ég þarf nú ekki að leita neitt með þetta, ég þekki þetta einkenni, eða ég spyr mömmu og hún hjálpar mér, að ég einhvern veginn hef þau bjargráð sem þarf til þess að takast á við þessi einkenni. Svo eru þeir sem að fara inn í heilbrigðiskerfið, flestir á heilsugæsluna, og svo rauði kassinn þeir sem fá þjónustu spítala. Og ef þetta eru mörkin, og þá sjáum við að ekki bara eru mörkin hjá þeim sem að færast af spítalanum yfir í heilsugæsluna, heldur líka af samfélaginu sem einhvern veginn upplifir að það sé allt í lagi að vera upplifir þess að enginn og þurfi ekki að leita læknis. Hann sífellt að minnka. Hann þarf alltaf fleiri og fleiri sem sækja í heilbrigðisþjónustuna. Ásæknin í heilbrigðisþjónustu meiri og þá að hluta til að endurspegla einhvers konar óþol fyrir því að upplifa einkenni sem oftast algjörlega eðlileg, eða vankunnáttu eða skort á heilsulæsi. Og þar held ég að sé líka eitthvað sem við þurfum virkilega að taka á sem samfélag til þess að bæta. Skiljanlega, þegar þetta útvíkkast svona, að þá verður álagið í heilbrigðiskerfinu meira, og þegar álagið meira, það verður þjónustan verri og það verður meiri líkur á mistökum. Öryggi sjúklinga minnkar. Við sjáum líka að ef við erum að fylgja eftir klínískum leiðbeiningum og því sem að vísindasamfélagið eða það sem að leggur okkur siðareglur hvað við að gera sem læknar, ef við förum eftir því öllu saman, að þá eftir því sem árunum líður þeim meira og meira ættu við vera að gera. Og þetta bandarísk rannsókn sem sýnir hér að árið 2002 ef að bandarískir heimilislæknar sem voru með 2500 skjólstæðinga í sínu samlagi voru að gera bara forvarnavinnu, og þá þurftu þeir að vinna í 7,4 tíma á dag, sem hafði aukist í 8,6 tíma á dag árið 2020. Ef við ættum að fylgja öllum þeim klínísku leiðbeiningum sem við ættum að vera að sinna gagnvart sjúklingahópnum okkar, þá þurftu bandarískir heimilislæknar að vinna í 26,7 tíma á sólarhring. Ef ég tek saman, þá þetta kannski einn af þungaviktarpunktunum í þessu öllu saman. Það nú bara þannig að meiri heilbrigðisþjónusta, meira ekkert alltaf betra. Við þurfum að velja hvernig við veljum inn í kerfið. Takk fyrir. Takk fyrir, Margrét Ólafía. Sjá hvort ég fá þetta að virka hérna núna. Það fjölgar hérna. Í næsta erindi sem ber heitið fjarskiptalækningar í bráðaþjónustu mun Jón Magnús Kristjánsson, bráðalæknir, kynna fyrir okkur þessa nýju þjónustu. Gjörðu svo vel, Jón Magnús. Já, takk fyrir, og kannski bara aðeins að hugsa þessa fyrirlestra sem við nú þegar. Nýlega var ég að vinna á heilsugæslustöðinni í Borgarnesi
í Borgarnesi, og svo allir þeir sem í streyminu heyri líka, að sem farin að nýta sér þjónustu 1700 og ég get nú bara sagt það að frá því ég vann þar síðast hvað þetta alveg óbúslega mikill munur fyrir heilbrigðisstarfsfólkið á staðnum að það sé þessi forflokkun og að sjúklingarnir séu bókaðir inn á þennan hátt með ákveðnum upplýsingum erindi sjúklingsins. Þannig að skráningin sem kemur í gegnum 1700 hjálpar okkur rosalega mikið að staðfesta þessa forgangsröðun og til að undirbúa móttökuna. Þannig að þetta alveg frábært framtak og ég vona að þetta vaxi þannig að þetta þjónustu öll heilsugæslustöðvarnar hjá okkur. Hafandi í huga þennan punkt sem við líka bent á að við megum ekki missa persónlega touchið á sama tíma. Og ég held að ég hafi sem fyrrum yfirlæknir bráðamóttökum verið einn af þeim sem hafi þrýst á þessa breytingu í þjónustuna sem heilsugæslan hefur verið að veita vegna þess að bráðamóttaka Landspítalans eins og þið vitið hefur verið undir ofboðslega miklu álagi alveg ósannlega langan tíma og spítalinn og bráðamóttakan hefur ýtt mjög á heilsugæsluna að sinna meira bráðaþjónustu og það hefur haft veruleg áhrif. Til dæmis vorum við í vinnu sem ég segi ykkur aðeins frá hérna eftir þar sem framkomu þær tölur að á einum ársfjórðungi, mig minnir að verið 2021, að þá hafi fjölgað 18.000 samdægustími með heilsugæslu hjá heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins, en fjölgað 12.000 fyrirgeði og það kostaði það að það var hægt að bóka 18.000 færri bókanlega tíma. Með því að fjölga samdægustímanum þá fækka bókalegum tímanum. Það akkurat það sem margir var að tala við erum að ýta heilsugæslunni út í allt annað módel. Og það ekkert víst að það sé endilega það sem í stóru myndinni betra. En ég fekk skemmtilega tækifæri að vinna að innleiðingu verkefnis sem að Landspítalanum var falið af heilbrigðisráðuneytinu sem að fjallar fjarskiptalækningu. Og þarna erum við svona að skoða hina hliðina. Við erum að veita faglega ráðgjöf til fagfólks, ekki til sjúklingana sjálf. Og þetta byggir á aðgerðaráætlun fyrir sjúkraflutninga og bráðaþjónustu annars vegar og hins vegar skýrslu sem var gerð bráðaþjónustu á Íslandi. En í báðum þessum tilvikum og þá kom í ljós að það var umtalsverður munur á gæðum og umfangi þeirri bráðaþjónustu sem hægt að veita á mismunandi landshlutum. Og sú í seinni skýrslunni að þá var sú úrbót eða svo tillaga til úrbóta sem var talin haft mest áhrif, það var það að það myndi vera sett á fót svona faglegan fjarstuðning við heilbrigðisstarfsfólk. Þannig að all keðjan frá neyðarlínunni til heilbrigðisstarfsmanna gæti leita sér aðstoðar, gæti hjálpa við að taka rétt ákvörðun réttu meðferð, réttum tíma og gera rétti greiningu. Þannig að það var settu tilraunaverkefni núna frá því í júní og til loka ársins, það sem við ætlum að reyna að fylgjast með áhrifum þess að koma á slíkum læknum. Og því miður þá fékkst bara fé til þess að hafa alltaf dagvinnutíma en við ætlum að gera það besta og taka þann lærdóm sem við getum gert út frá því, þá auðvitað vitum við að bráðaþjónusta og þessi þjónusta fer fram allan sólarhringinn. Þannig við byrjuðum á þessu núna 19. júní síðastliðinn og erum með þjónustu alla virka daga milli 8 og 4 og það sem við gerum við staðsetjum reyndan bráðalækni inn í björgunarmiðstöðinni í Skógarhlíð. Þannig hann hluti af teyminu sem samastendur af neyðarvörðum, neyðarlínunar, landhelgisgæslunnar og fjarskiptamiðstöð líkrislögreglustjóra. Þannig við erum hluti af þessu heildarmengi, þessu viðbragðsmengi. Og það hægt að hafa samband við okkur í gegnum talstöðvar, það fyrst og fremst sjúkraflutningamennirnir og svo í gegnum símanúmer. Og við settum upp sérstakan hlekk í gegnum þjónustukerfi Landspítalans, þannig við erum ekki að nota Teams eða eitthvað svona kerfi sem að fara út fyrir landsteinan, við erum að nota kerfi sem rekið eingöngu innan Landspítalans til þess að geta talað þá beint við vettvangi. Og við ætluðum okkur sem sé að veita faglegan stuðning við alla bráðakeðjuna. Við viljum að veita stuðning við alveg frá neyðarlínunni
landhelgisgæsluna, sjúkraflutninga og heilbrigðisstarfsmanna. Og svo líka í þeim tilvikum þar sem vettvangsliðar, lögregla eða björgunarsveitamenn eru þeir sem eru fyrstir á vettvangi eins og víða á landinu. Þannig að fyrir neyðarlínuna þá hugmyndin svo að við getum veitt stuðningi að ræsa viðeigandi bjargir. Fyrst og fremst snýst þetta það að við getum tekið fyrr ákvörðun það hvenær ræsum við þyrlu landhelgisgæslunnar í þeim tilvikum þar sem við á. Og bara rétt á fyrstu vikunni þá var tilvik þar sem var einstaklingur sem datt af hestbaki rétt austan og upp á Söndónum fyrir ofan Vík í Mýrdal og við vissum það að það myndi taka 45-50 mínútur fyrir björgunarsveitur og sjúkrabílar að komast þangað en við gátum ræst þyrluna strax af stað. Því hingað til hefur verið þannig að þyrlan hefur ekki verið boðið út fyrir að kemur beiðni það frá heilbrigðisstarfsmönnum á vettvangi. Og ég man eftir því þetta kom svolítið í fréttunum hérna fyrir svona 2 árum síðan og það var alvarlegt bílslys að vetri til fyrir vestan og þar komu almenningur á vettvang og hringdi inn og bað þyrluna og sagt nei, það má ekki finna að kemur heilbrigðisstarfsmaður. Og svo kom vegfarandi sem var hjúkrunarfræðingur sem hringdi aftur í neyðarlínuna og sagði herri við þurfum að fá þyrluna á staðinn. Þá kom nei, það ekki hægt fyrir þú ert ekki starfsmaður þessa umdæmi sem að vinna þarna. Þannig það leið alveg muni eftir þessu. Það meir en klukkutími frá því að slysið var, þá búið að hringja inn, þá búið að biðja þyrluna þangað til að það var hægt að boða. Þetta það sem við erum að reyna að yfirvinna með því að hafa þá fagmann á staðinum sem getur bara tekið ákvörðuna strax að virkja þyrluna. Í okkar tilviki þá vildi það til að þyrlan lendi hjá þessum slasaði svona 10 mínútum eftir að björgunarsveitin var komið. Þannig þær gátu séðan búið hann gat farið í þyrluna til Reykjavíkur og fengið viðeigandi meðferð í staðinn fyrir að þurfa að hafa brölta með sjúkrabíli að björgunarsveitamanni yfir Sandana í klukkutíma og síðan keyra hann með bíl landleiðina frá Vík. Þannig þjónustan miklu betur, miklu öruggara fyrir sjúklingum. Við getum líka svona eitthvað sem að hugsa kannski ekki mikið en við getum hækka og lækka forgang sjúkrabíla og fyrst og fremst við í raun og veru að lækka forgang, þannig við erum að fækka sjúkrabílum í akstri og forgangsakstri. Og það náttúrulega líka öryggismál, bæði fyrir sjúkraflutningamenn en líka fyrir sjúklingana og aðra vegfarendur. Fyrir sjúkraflutningana þá hefur bráðalæknirinn sem á vakt á bráðamóttöku Landspítalans í nokkur ár verið að veita svona ráðgjöf fyrir sjúkraflutningamenn á höfuðborgarsvæðinu. Þannig þarna sáum við dæmi það sem var mjög mikill mismunur milli landshluta. Þannig það sem við gerðum var að við tókum þessa þjónustu og við buðum upp á hana fyrir all landið. Þannig núna í boði fyrir sjúkraflutningamenn á öllu landinu að vera beinu sambandi við reyndan bráðalækni og fá ráðgjöf meðferð sem á staðnum. Og þetta náttúrulega annars vegar þegar sjúklingar eru með minniháttamál og við getum þá komið í annan farveg heldur en að flytja þá brátt á spítala heilsugæslustöð. Við getum bókað tíma á göngudeild, við getum fengið tíma fyrir það á heilsugæslustöð sama dag eða daginn eftir. En þetta líka í alvarlegustu atvikunum, það sem þarf að fara út fyrir verkferlana og sem dæmi var alvarlegt vinnuslys í Grindavík, það sem var kona sem klemmdist illa og það þurfti að aflima fyrir ofan olnboga á staðnum. Og þetta var eitthvað sem við hefðum, sem að sjúkraflutningamenn sem voru á staðnum hefði ekki getað leyst upp á sitt einsdæmi og það hefur þá þýtt að eftir þeir hefur komnir til Grindavíkur hefur þurft að kalla þá eftir lækni frá að minnstakosti Reykjanesbæ, ef ekki Reykjavík, til þess að koma á staðinn að gera þetta. En í staðinn gátum við leiðbeint bráðatæknunum á vettvangi með réttu handtökin til þess að meðhöndla kona bæði varandi verkjastillingu en líka til þess að framkvæma þessa aflimun áður gat síðan flutt hana miklu fyrir á Landspítalann. Við ráðleggjum líka heilbrigðisstarfsmönnum sem að vinna á heilsugæslustöðvum eða bráðamóttökum við höfum ekki þurft að veita ráðleggingar til Landspítalans því þar eru náttúrulega starfandi bráðalæknar allan sólarhringinn en við erum endurtekið að veita ráðgjöf á bráðamóttökurnar til dæmis í Keflavík og Selfossi. En við erum líka að veita ráðgjöf til óreyndra heilbrigðisstarfsmannum sem að vinna til dæmis í sumaraflýsingum. Og við fengum tilfelli í sumar þar sem var einstaklingur sem fekk alvarlegt hjartaáfall á Hvammstanga
og mjög óreyndur læknir sem var á sínu fyrstu dögum á vaktinni þar og hringdi inn og vildi beita ákveðinni meðferð sem getur verið hættuleg í þessari tegund af hjartaáföllum. Þannig við gátum þá leiðbeint rétta meðferð og gátum þá kallað út þyrlu Landhelgisgæslunnar strax fyrir þennan sjúkling. Þannig að læknirinn á staðnum þurfti ekki að víkja frá sjúklingnum og fara að hugsa það. Heldur gat sinnt sjúklingnum allan tíma. Og svo gátum við sett upp kerfið þannig að þræðingarstofa Landspítalans var tilbúin til að taka við sjúklingnum þegar hann kom á staðinn gat fara beint í hjartaþræðingu. Og þetta stóð það tæpt að sjúklingun var komin inn á hjartagáttin og komin á borðið þæðingartækinu þegar hann fór í hjartastopp. En það var hægt að endurlífga hann að því að hann var komin á réttan stað og hann flutti síðan upp á spítala og fekk reyndar gangraði framhaldinu en útskrifaðist gangandi með bara fulla getu bara nokkur dögum síðar. Þannig þetta svona sögur, þetta svona keðjur sem við viljum skapa með þessari þjónustu til aukins öryggis og til bættra meðferðar fyrir sjúklinga. Eins og ég sagði áðan, þá eru víða það sem út á landsbyggðinni, það sem það lögregla eða björgunarsveitamenn sem eru fyrst á vettvang. Og þau hafa náttúrulega minni færni þekkingu og þjálfun í meðhöndlun bæði bráðra veikinda og slysa. Og það er þá mikilvægt fyrir þá að hafa faglegan baðkjarla sem geta hringt í. Og ekki síst mikilvægt fyrir þau að geta komist í myndsýmtal til að sýna okkur til dæmis sáráverka eða hvort að þessi andadráttur sé eðlilegur eða ekki eðlilegur og svo framvegis. Þannig að við buðum upp á þessa þjónustu fyrir hálendisvaktina til dæmis í sumar. Við höfum boðið upp á fyrir þá vettvangslíða sem eru víða langt, það sem langt í næsta sjúkrabíl. Þannig að við erum að ná að styðja við þessa aðila líka. Og við spurðum núna í síðustu viku, og þetta eiginlega bara með fyrstu niðurstöðum sem við erum að fá, hvernig þörfin, hvernig metið þið sem hafið notið þessara þjónustu eða hafið fengið kynningu á henni en ekki notað hana ennþá, hvernig metið þið þörfina á hann? Jú, þeir telja hana, meiri hlutin telja að þarf daglega á þessari þjónustu að halda og meiri en 3/4 telja þessi daglega vikulega. Og ég sjá það líka hérna á myndinni hérna megin að langtum meiri hluti eru tilbúin til að myndu mæla með þessari þjónustu gagnvart öðrum. Og þetta er svona standard þjónustu mælikvarði, hversu mikið þetta er tilbúin að mæla með þjónustu við einhvern annan. Þannig að þetta er mjög góð niðurstaða fyrir þjónustu sem hefur ekki verið starfandi lengur en þetta. Og við ætlum að gera aðra svona könnun í nóvember og við munum byggja þá ákvörðun með heilbrigðisráðuneytinu það hvort að vera áframhald á þessari þjónustu eftir tilraunaverkefni meðal annars á þessum niðurstöðum. Hversu ánægt fagfólki sem nýtir sér þjónustu eða getur nýtt sér hana með þessa þjónustu sem við erum að veita. Þau þema sem komu upp í opnum texta það hvað er hægt, hvernig lýst á þetta, það er náttúrulega þetta að það eru ákveðnar þröskuldar ennþá að við erum að læra á þetta fyrir því að það sé hægt að hafa samband. Og það sem við helst erum að sjá þarna það að það er mikilvægt að læknar í hverju héraði séu inni í þessu samtali. Þeir fái upplýsingar frá sjúkraflutningaaðilunum á sínu svæði þannig að þeir verði ekki út undan. Þannig að þetta sé ekki bara allt í einu búið að klippa heilsugæslustöðum og svæðinu út úr þessi ferli. Þannig að við þurfum að setja upp betri vinnureglur það hvernig vinnum við þetta sem heilt heimi, læknirinn á vettvangi eða á heilsugæslustöðum á svæðinu, fjarskiptalæknirinn og sjúkraflutningamennirnir. Við þurfum að byggja betur undir það. Og það þessi 2 fyrstu punktar raun og veru. Síðan var óskað eftir að fá meiri kynningu út all land fyrir þá sem geta nýtt sér þjónustuna, sérstaklega heilbrigðisstarfsmenn á heilsugæslustöðum og sjúkraflutningamenn. Og síðan þetta með sem við vissum fyrirfram að það allt og lítið að hafa bara dagvinnutíma en almennt eru sjúkraflutningamenn sem hafa nýtt sér þessa þjónustu eða geta nýtt sér hana mjög ánægðir með þennan möguleika. Takk fyrir. Takk fyrir Jón Magnús. Sjá hérna.
Í næstu 2 erindum fyrir kaffihlé verður fjallað það þegar hlutir fara öðruvísi en ætlað í heilbrigðisþjónustunni og hvernig við getum dregið lærdóm af því sem gerst hefur og bætt úr. Í næsta erindi mun Sigríður Magnúsdóttir, móðir drengs sem veiktist alvarlega, segja okkur frá upplifun sinni af heilbrigðiskerfinu. Gjörðu svo vel, Sigríður. Já, komiði sæl. Ég móðir og eiginkona og hjúkrunarfræðingur til 40 ára. Ég hef lengst af ævinni starfað sem deildarstjóri bæði í heilsugæslu á Landspítalanum og víðar. Ég hætti störfum 65 ára gömul fyrir rúmu ári síðan. Ég hef hugsað mér í þessu erindi hér að fjalla hluta af þeim afleiðingum sem það hafði að sonur minn Magnús Jóel Jónsson fékk ranga sjúkdómsgreiningu þegar hann kom á bráðamóttöku barna 16. febrúar 2005, þá 15 ára gamall. Því má fyrst og fremst kenna að ekki var sett skuggaefni þegar teknar voru sneiðmyndir af höfði hans. Það hafði óbærilegar afleiðingar í för með sér. Mér það ógerlegt að fjalla það alla þá sorg, hörmungar og félagslegu erfiðleika sem þetta hafði í för með sér fyrir hann og fjölskyldu hans. Það verður ekki gert nema með því bara að skrifa bók. En þó að svo ætlum mín sé fyrst og fremst, býtu nú við, ég ætlaði að skipta Já, þetta átti að koma. En þó að sé fyrst og fremst ætlum mín að ræða þann kostnað sem samfélagið hefur borið vegna rangra sjúkdómsgreiningar, þá finnst mér það nauðsynlegt að fagfólk skilji og skynji að á bak við hvern sjúkling manneskja sem tilheyrir öðrum manneskjum. Ég mun því byrja á því að kynna Magnús aðeins fyrir ykkur. Það var þann 5. október 1989 að okkur Jóni fæddist langþráður sonur. Hann varð okkur mikil gleðigjafi. Magnús Jóel ólst upp á Eyrarbakka en við fluttum til Reykjavíkur þegar hann var 13 ára. Hann fór í Árbæjarskóla og á fyrsta foreldrafundinum sem við fengum var yndislegt komment frá kennaranum hans. Hann sagði að Magnús Jóel væri mjög sérstakur. Til dæmis væri hann eina barni sem hann hefði kennt sem ætti það til að segja ykkur að fallega hluti við sig eins og flott nýja peysa þér ekki minn, klæðið þið mjög vel. Magnús Jóel fór hraðferðabekk þegar hann byrjaði í Árbæjarskóla. Honum hafði alltaf gengið vel í námi. En fyrsta veturinn hans kom hann varla út úr herberginu sínu eftir skólan sem var ólíkt honum og vorið þegar ég spurði hann hvað þetta væri eiginlega með hann, af hverju hann hýrðist alltaf í herberginu sínu, sagði hann mér að hann hefði verið svo langt eftir samnemendum sínum í flestum fögum, bekkjarsystkinum í Árbæjarskólanum, þannig að hann þurfti að lesa sig upp. Ég þurfti aldrei að skipta mér neitt af því. Hann var alltaf mikill skákáhugamaður og hafði áhuga á félagsmálum. Hann var kosinn í ungmennaráð Árbæjar og valinn þaðan í Reykjavíkur ráð ungmenna. Árið 2004 var haldin ráðstefna norrænna skólastjórnenda á Loftleiðum og Magnús Jóel fenginn til þessa 14 ára að flytja erindi á ráðstefnunni einn af 3 ungmennum á Íslandi. Á vormisseri, ég svolítið eftir mér í klærunum. Á vormisseri 2005 tók Magnús Jóel þátt í stærðfræðikeppni grunnskólanema í Reykjavík sem haldin var á vegum Menntaskólans í Reykjavík og hreppti það 3. verðlaun. Þeir Friðrik vinur hans voru svo fengnir til að flytja ávarp á skólaslitum Árbæjarskólans þegar þeir luku 10. bekk og kvöddu skólann sinn. Magnús Jóel fékk síðan inngöngu í verslunarskólann og hóf þar nám haustið 2005. Hann hlakkaði mikið til skólagöngunnar í Versló, lagði strax hart að sér, var metnaðargjarn og hafði stóra framtíðardrauma. En ég ætla nú að flytja mig yfir í það sem gerðist. Það var 16. febrúar 2005 að ég kemur nú vinnu 5-leytið að Magnús Jóel kemur niður úr herberginu sínu og segir mér að hann hafi þá daginn verið að horfa á leik í íþróttahúsinu í Árbænum. Hafi fengið óbærilegan höfuðverk. Hann sagðist hafa haldið að hann myndi ekki komast heim, fannst eins og hann þyrfti að leggjast þegar hann var heimleiðis upp brekkuna. Hann sagðist hafa komið heim, kastað upp og farið beint í rúmið og sofnað í sirka 2 klukkutíma. Og nú var höfuðverkurinn horfinn.
Höfuðverkunum fylgdu líka einhverjar sjóntruflanir. Magnús Jóel hafði þá alltaf verið mjög harður af sér, kvartaði lítið. Þetta kom illa við mig og ég ákvað að fara með hann á bráðamóttöku barna strax þennan dag. Á bráðamóttökunni skoðaði læknir hann. En síðan ræddi hann við okkur og sagði að öllum líkindum væri þessi höfuðverkur upphafa mígreni. Það væri algengt að mígreni byrja á þessum tíma hjá drengjum. Ég var ekki alveg að kaupa þetta. Mér leið eitthvað illa með þessa greiningu. Og mér fannst þurfa að rannsaka hann betur. Ég bað hennar læknir sérstaklega að taka tölvusneiðmynd af höfðinu á honum til að útiloka eitthvað alvarlegra. Hann hafði unnið með mér á barnasviðinu og sagði við mig að úr því að þetta væri ég, þá væri það nú alveg sjálfsagt að gera það, hann myndi láta taka sneiðmynd. Og hann gerir beiðni en hann bað ekki að væri sett skuggaefni í hann. Ég vissi það náttúrulega ekki þá. Við fengum síðan aldrei hringingu hvað hefði komið út myndinni. Það var ekki rétt að ég ætti að hringi hann, það gerist nú ekki þannig. Og við fengum ekki endurkomu á bráðamóttökuna eins og stóð í sjúkraskýrslunum hans. Þær eru ekki alltaf réttar. 9 mánuðum seinna, 16. nóvember 2005. Magnús Jóel var þá nýlega orðinn 16 ára. Þá gekk ég fram hjá herberginu hans klukkan 11 kvöldið. Þá heyrði ég til hans það sem hann var að kalla. Æ, mér svo illt í höfðinu, ég að deyja. Þegar ég rauk inn í herbergið hans, lá hann hálfskakkur út úr rúminu og við pappans komum honum upp í rúmið. En þá var honum mjög óglatt og hann kastaði upp og missti meðvitund. Ég sá að vinstra augað rúllaði út og þá vissi ég strax að hann hefði fengið heilablóðfall. Ég hringdi á sjúkrabíl og sagði þeim að hann hefði fengið heilablóðfall en svo hringdi ég aftur og bað þá að senda lækni með sjúkrabílinn. Og þegar hann var komin út í sjúkrabílinn þá fór hann í öndunarstopp og þá var það intúber hann þar. Hann fór strax á skurðarborðið og við hjónin með dóttur okkar og systurdóttur biðum alla nóttina á biðstofunni við gjörgæsluna og klukkan 9 morguninn kom skurðlæknirinn til okkar og sagði okkur að mikla blæðingu hefði verið að ræða. Og þarna væri að ræða meðfædda æðaflæki sem hafði sprungið. Hann sagði að það hefði tekið sér tíma að finna út að svo væri. Hann hefði fyrst talið að þetta væri sprungin æðagúll en blæðingin hefði verið dýpri en mænta hefði mátt við þess konar aðstæður og það hefði tekið sér tíma að finna út hvaðan hún kæmi. Hann sagði okkur að það væri mjög tvísýnt hvort Magnús Jóel myndi lifa þetta af. Magnús Jóel var í kóma í 2,5 mánuð að minnstakosti. Hann lá á gjörgæslunni í 29 daga, síðan á B6 taugalengadeildinni og síðan fluttur á Grensásdeildina, en hann var þá enn í kóma þegar hann kom þangað. Hann lá í allt í 2,5 ár á Landspítalanum. Þegar Magnús Jóel útskrifaðist á Grensásdeildinni sagði sjúkraþjálfarinn hans við hann að hann væri eini skjólstæðingur sem hún hefði haft á síðastliðnum 25 árum sem hefði alltaf mætt í sjúkraþjálfunartíma meðan hann lá á Grensásdeildinni í þessi rúm 2 ár. Magnús Jóel með vinstri heltarlömun. Hann hefur líka minnkaðan mátt í hægri hluta líkamans líklega vegna skemmda á heilastofni. Vegna skemmda á heilastofni hann mjög hægfara og mjög hægur þegar hann tjáir sig. Heilarýnistekið var á honum skömmu áður en hann útskrifaðist á Grensásdeildinni sýndi afar hæga taugavirkni í heilastofni líkt og hann væri í sofandi ástandi. Hann hefur spasma í fótum og vinstri hendi. Í kvíðans var sett baklófendæla og leggur þaðan út í mænu til að stemma stigu við spasmunum, en það gerir hann líka mátt minni hægra megin. Hann fær reglulega botox í vinstri hendi til að minnka spasma og kreppu og fær oft tremor í hægri hendina. Hann á það til að fá slæma spasma í háls og augu, en þá leitar það höfuð til hægri og hann ræður ekkert við þetta, rígur í hálsinum og augum glennast upp, þá getur hann hvorki keyrt stólinn sinni matast. Með standsúlu getur Magnús Jóel staðið upp úr rúminu og upp úr stólnum. Hann getur ekki snúið sér við í rúmi sjálfur. Hann getur ekki skorið ofan í sig matinn en getur matast sjálfur ef sett rétt fyrir hann.
Hann getur hvorki klætt sig né háttað sjálfur og þarf alltaf manninn með sér hver sem hann fer, ekki síst vegna sjónskerðingar og spasma. Það blæddi inn á sjónstöðarnar og hann er því lögblindur, hefur ekkert vinstra sjónsvið. Það hamlar honum í námi þar sem hann á erfitt með að lesa, finnur ekki næstu línu. Hann getur því ekki lesið nema stuttar setningar vegna sjónskerðingar og hefur þurft að fá allt lesefni lesið fyrir sig hjá Blindrafélaginu. Við hjónum urðum að flytja í nýtt húsnæði og skuldsetja okkur mikið til að geta tekið hann heim. Við keyptum fókelt einbýlishús í Hafnarfirði og innréttuðum heimilið með hliðsjón af hans fötlun. Magnús Jóel lauk námi frá Menntaskólanum í Hamrahlíð 25. maí 2013. Hann reyndi fyrir sér í lögfræði bæði við Háskóla Reykjavíkur en sjónskerðingin og úthaldsleysið hamlaði honum. Hann hefur nú lokið öllum áföngum í stjórnmálafræði við Háskóla Íslands en hefur ekki getað klárað B.ritgerðina þar sem hann fékk Takehesi gigtarsjúkdóm sem leggst á 2 einstaklinga af 1.000.000, aðalega asískar konur og hann lítur ekki þannig út. Sjúkdómurinn veldur bólgu í Gottlaugshúsi, aðalslagaði og lungnaslagaðum. Honum hefur farið mjög aftur á síðastliðnum 3 árum vegna þessa sjúkdóms. Ætlunin er að fjalla hér kostnaðinn sem samfélagið hefur haft vegna þessara röngu sjúkdómsgreiningar. Allt er þetta reiknað á núvirði dagsins í dag fyrir utan hjálpatækin sem hann hefur fengið og samkvæmt upplýsingum frá Landspítalanum þá hafa legur hans og þjónustu þaðan kostað 220 milljónir. Örorkubæturnar síðasta 16,5 árið hafa verið 53,6 milljónir. Sjúkraþjálfunin hefur verið 63,5 milljónir. Ferðaþjónustan hefur verið 14,7 milljónir. Hjálpatæki 52 milljónir. Ekki vísitölu uppreiknað. Starfsfólk í umönnun á 24 tíma sólarhringsins kostar 73,5 milljónir á mánuði. Það eru því 1,1 milljarður sem að það hefur kostað að þjónusta Magnús. Hann þarf manni með sér allan sólarhringinn. Magnús Jóel fékk ekki viðurkenningu á næturþjónustu fyrir fyrstu 6 árin, þannig að það er ekki innifalið í þessu. Þeirri þjónustu var sinnt gratis af okkur foreldrum hans. Hér er ekki meðtekinn lyfjakostnaður, ekki kostnaður Menntaskólans í Hamrahlíð, Háskóla Íslands, Háskóla Reykjavíkur eða Blindrafélagsins. Magnús Jóel hefur aldrei fengið aðstoð vegna húsnæðis eða búsetu. Hann hefur allan tíman frá því hann útskrifast frá Landspítalanum í júní 2008 búið hjá okkur foreldrum sínum. Samtals sjúkdómsgreiningin mígreni sem gerð var á bráðamóttöku barna í febrúar 2005 var röng og hefur nú þegar kostað samfélagið tæplega 1,5 milljarð. Ég spurði lækni á barnasviði skömmu eftir að Magnús Jóel fékk heilablóðfallið hvers vegna ekki var sett í hann skuggaefni þegar hann fór í sneiðmyndatökuna. Hann svaraði mér og sagði að það væri auðvitað of dýrt að setja alltaf skuggaefni í öll þau börn sem send væru í sneiðmyndatöku frá bráðamóttökunni. Skyldi það vera ódýrara að fá einn einstakling á 20 ára fresti með sambærilega fötlun og Magnús Jóel situr uppi með. Gyða Ölvisdóttir, hjúkrunarfræðingur, kannaði bætur vegna rangra sjúkdómsgreiningar og það kom í ljós að í Danmörku hefðu verið greiddar 500 milljónir eða 10,2 milljarðar íslenskra króna á árunum 2008 til 2013. Hingað til hefur enn ekki verið greidd 1 króna í miskabætur á Íslandi vegna rangrar sjúkdómsgreiningar. Á þeim tíma sem Magnús Jóel hefur legið á Landspítalanum hefur hann mátt þola fjölda mistaka. Misalvarleg. Alvarlegustu mistökin voru þegar öndunartúpan stíflaðist helgina 3. til 4. desember 2005 þegar hann lá á gjörgæslunni, sem leiddi til þess að hann féll í dýpri kóma og það fór að bera á spösmum beggja megin í ganglimum og höndum í kjölfarið. Þetta fékkst aldrei viðurkennt, frekar en önnur mistök sem gerð voru og höfum við alla tíð mætt algjöru fálæti og jafnvel andúð starfsfólks þegar slíkt hefur komið fyrir. Það hefur í rauninni skipt sköpum að ég er hjúkrunarfræðingur.
Magnús Jóel er dæmdur til ævilangrar fátæktar. Hann hefur enga leið í lífinu til þess að vinna fyrir sér og mun þurfa að framflytja sér á örorkubótum. Hans stærsta gjöf í lífinu er rík kímnigáfa sem vonandi mun halda honum á floti. En ég vil samt taka það fram, því þetta var löng og mikil sjúkrahúslega, að fyrst og fremst þá hlaut hann þjónustu samviskusamra, frábæra og vandara starfsmanna. Það er alveg á hreinu, sem að sýndu honum hlýju og velvilja. Og mér langar til að þakka kærlega fyrir það tækifæri að fá að flytja þetta erindi hérna. Og Magnús Jóel bað mig að senda ykkur öllum kæra kveðjur og óska ykkur velfarnaðar í ykkar góðu störfum. Takk fyrir. Þakka Sigríður fyrir þetta innlegg í þessa umræðu. Næst mun Marta Jóns Hjördísardóttir, talskona sjúklinga á Landspítala, flytja erindi Vinnum saman að bættu öryggi, sjúklingar, aðstandendur og talsmenn í heilbrigðisþjónustu. Gjörðu svo vel, Marta. Takk fyrir kærlega. Takk fyrir að leyfa mér að vera með erindi hérna og bara takk fyrir, ég sé ekki svo sem fór undan mér. Jæja. Takk allan fyrir að halda þetta erindi sem ég kem hérna eftir. Mér langar að tala hvernig við vinnum saman að bættu öryggi, en mér langar samt að byrja á því að aðeins að svona, ég veit ekki hvort maður má segja shout-out á embætti landlæknismálþingi, en svona á fólki sem búið að vera að berjast fyrir bættu öryggi í alveg ótrúlega mörg ár og mörg segja það sama og kom fram hérna undan þegar mætt fálæti, hindrunum, bara almennum leiðendum frá heilbrigðisstarfsfólki stundum þegar reyna að kvarta. Og Auðbjörg Reynisdóttir, hún hefur verið alveg óþreytandi og það kom náttúrulega líka fram hjá Ölmu áðan að það eina sem vakir fyrir okkur er að koma í veg fyrir að mistök endurtaki sig. Þannig hugsa flest allir sem fyrir mistökum verða og vilja sjá lækninguna sem felst í áheyrn og samvinnu sem færi þekkingu reynslunar áfram til næstu kynslóðar starfsmanna. Og þetta er það sem við öll sem höfum unnið kannski meira en korter í heilbrigðisþjónustu höfum heyrt, höfum lesið, höfum séð viðtöl, fólk segir þetta alltaf. Viljum að við gerum betur næst og þetta kom ekki fyrir einhverju aðra mannesku. Og ég bara, Ástríður Pálsdóttir sem á síðan sjúklingaöryggi og svo Auðbjörg Reynisdóttir sem er með síðan öryggi sjúklinga í minningu Jóels. Mér langar svolítið svona að tileinka þeim sérstaklega þetta erindi og svona bara þakka þeim fyrir baráttuna í öll þessi ár. Og þær eru ekki hættar. En hver var hlutverki að gegna? Það er náttúrulega alveg fullt af fólki. Þetta er það líka stjórnvöld og eitthvað svona miklu stærra konsept heldur en einhverja einstaka manneskjur. En þetta hljómar var einfalt. Það er heilbrigðisstarfsfólk að veita örugga viðeigandi þjónustu og læra af atvikum sem að verða. Sjúklingar taka virkan þátt í eigin meðferð. Aðstandendur eru málsvarar sjúklinga. Þau eru svona auka augu, auka eyru og eru svona þekkja fólki sitt best eins og við vitum. Og svo talsmenn og konur, að vera líka málsvarar, hjálpa fólki áfram, leiðbeina, styðja og styrkja og hjálpa fólki að svona nýta sína rödd og leiðbeina þeim áfram. Og ef þetta væri allt svona, þá væri við kannski bara, þyrftum við ekki svona málþing, að þetta væri allt bara ótrúlega fínt. Og mér langar líka svona aðeins að góð og örugg heilbrigðisþjónusta og ég ætla að halda áfram að vitna í hana Auðbjörgu, af því að góð og örugg heilbrigðisþjónusta, hún verður ekki til inn á fundarherbergjum stjórnenda og embættismanna, kannski svolítið eins og við erum að gera hér á málþingi. Þetta þarf að vera samtal sem á sér stað, þar sem að vinnan er að eiga sér stað. Það þarf að fara í framlínuna og við þurfum að ræða málin frá mörgum sjónarhornum. Við þurfum að sjá bæði aftur og bak og áfram og allar hliðar og við þurfum að hafa augu notenda og þjónustuþega með okkur, með heilbrigðisstarfsfólki þegar það er verið að vinna að umbótum og gera góða og örugga þjónustu. Og til þess að sjúklingar og aðstandendur geti tekið þátt í að móta góða og örugga þjónustu, þá verður frá tíma hvatning og stuðning til að nýta sér þann rétt sem þau eiga, rétt sem bundin eru lögum og stjórnarskrá. Og það er svolítið okkar heilbrigðisstarfsfólks að hjálpa fólki að nýta sér þennan rétt og vera meðvituð að þau eiga þennan rétt. En hvað erum við að meina með að sjúklingar taki virkan þátt í eigin meðferð? Það hljómar eitthvað, og þetta er svona rosa fínt, flott hugtak, skemmtilegt.
Fólk ára að spyrja spurninga, þau þurfa að vera vel upplýst, pæli meðferðarplönunum, þekkja lyfin og aukaverkanirnar, taka þátt í ákvörðunum, vera svolítið meðvituð hvað að gerast og vera vakandi fyrir mögulegum mistökum og láta heilbrigðisstarfsfólk vita ef þau hafa áhyggjur. Þetta hljómar líka alltaf svo vel og svo getur maður kannski ímyndað sér að maður sé hundlagn á spítala og maður þarf að vera með þetta alltaf hreinu. Það er hægara sagt en gert. Og svo líka þegar maður fer og tala við sjúklinga, les viðtöl og les greinagerðir og les heimasíður, þá sjáum við þetta. Að sjúklingar eiga að taka virkan þátt í eigin meðferð, en svo sér maður viðtal við aðstandendur sem segja bara það var svo erfitt að sjá, það var enginn sem hlustaði á. Og þetta er viðtal eftir að niðurstaða var búið að koma niðurstaða um að það hefði verið mistök gerð. Ein kona sem er líka búin að fá staðfest að mistök voru gerð í meðferð aðstandenda hennar, hún sagði það er ekkert tekið mark á fólk út í bæ, ekki einhver svona brjálari konu sem mér. Sjúklingur fyrir viðtal og segir bara ég reyndi að segja hvað var að, ég kom með hugmyndir, ég sagði það aftur og aftur en það hlustaði enginn. Sjúklingar sem ég hef hitt sem að sögðu voru með svona þekktar aukaverkanir af lyfjum og lenda svo í nákvæmlega þeim aukaverkunum og þau segja allt ferlið sitt bara er þetta lyfið, getur þetta verið lyfið og það er alltaf dismissað. Fólk segir bara nei, það er svo ólíklegt, þetta er örugglega ekki lyfið. Þannig að við getum alveg sagt að sjúklingar eigi að taka virkan þátt í eigin meðferð en þau get ekki gert það nema heilbrigðisstarfsfólk leyfi að fólk taki virkan þátt í eigin meðferð. Þannig að það er svolítið svona það sem ég langaði og svona þau geta gert það, við getum hjálpa fólki að gera það á alls konar hátt. Þessi við að tala heilbrigðisstarfsfólk sem grunninn er. Og þetta er hún Rósi Bartel, hún segir hérna, hún notir sína sögu til að bara hvata áfram gæði og stuðla umbætum og hvetja okkur til að gera betur. Hún sem sagt lenti í, hún fór í hnjaliðskipti og fekk spítalisýkingu, það er búið að síðan, þessi 2009 held ég, er hún búin að leggjast 200 sinnum inn með króniska sýkingar, það er búið að taka henni fótinn fyrir ofan hægra hné og hún er bara búin að lenda í alveg svona hræðilegum hlutum. En það er búið að fólk er að hlusta á hana, fólk er að vinna því að gera betur og það er verið að hún hefur kraft til að nýta sína rödd, til að óska eftir þessi betur gert, en hún fær líka áheyrn að fólk hlustar og keyrir hann áfram, æskili. Við þurfum svolítið að gera það, að taka þessar sögur sem fólk er að reyna að segja okkur eða segja einhvern veginn inn í kerfið og við séum í alvörun að nota þær til þess að gera betur. Svo komum við aðstandendunum og það er líka, einmitt, hvernig geta þau verið virkið þátttakendur. Þau eru málsvarar sjúklings. Þau bæta við upplýsingum af því þau þekkja fólk. Þau eru fólki sem einmitt fer með þeim heim og sinna þeim eftir útskrift. Þau eru fólki sem hittu þau áður. Þau eru fólki sem vita að þetta er sérstakt einhverjar kvart yfir höfuðverk. Þau fylgjast með og láta vita breytt ástandi. Þau styðja við óskir sjúklinga séu virtar og svona verða að fá að vera með í útskriftaplönunum. En á sama tíma þá þarf heilbrigðiskerfið og heilbrigðisstarfsfólk, við þurfum að leyfa það. Við þurfum að hlusta á þegar aðstandendur segja, ég hef áhyggjur, þetta er skrítin höfuðverkur. Við þurfum að hlusta á þegar segja, barnið mitt er öðruvísi en það var, amma mín er öðruvísi heldur hún er vön að vera. Og við þurfum líka að mæta fólki þar sem það er, af því að sjúklingar, aðstandendur, fólk allstaðar er ofsalega fjölbreyttur hópur, þá kom hérna einmitt einhverju erindun áðan, við þurfum að vera aðlaga að því við þurfum að vera færum að þjónusta fólk á ólíkum menningarheimum, með ólíkan bakgrunn, með ólíkt heilsulæsi og aðlaga fræðslu og svona upplýsingagjöf af því hvernig fólk getur tekið við upplýsingunum. Og svo þurfum heilbrigðisstarfsfólki sjálft, við þurfum að vera með opin samskipti og það þarf að leyfa fólki að vera með í sameiginlegri ákvarðanatöku og það þarf að kenna sjúklingum alls konar. Fólk skilur kannski ekki alveg bara tilgangi með ýmsum sýkingavörnum sem eiga sér stað til dæmis inn á spítala eða lyf og aukaverkanir eða hvernig, og fólk þarf oft hvatning til að spyrja og til að segja skoðun sína og ég held að við sem hefum unnið í framlínu störfum inn á spítala sem kannski mörg okkar hér, vitum alveg að fólk það er oft hrætt við að trufla, þau eru stressuð og gleyma hvað þetta að segja, við erum búin að strípa fólk oft svona alveg af kannski svona valdinu sínu, það er búið að klæða öll í eins föt og þau eru í rúminu og svona liggja niðri, þannig að það þarf oft mikla hvatningu til að valdefla fólk, til þess að þora að spyrja og taka því vel. En svo þurfum við líka með eins og Alma sagði í upphafi, þá er algjört lykilatriði að við séum með gátlista, við séum með verklagsreglur, hvað eigum við að gera þegar barn kemur inn með höfuðverk, hvað eigum við að gera þegar einhvern veginn hlutirnir líti einhvern veginn út, að við getum hallað okkur í einhverja reglur og að ábyrgðin sé skýr, hver ber ábyrgð á þessu, hver ætlar að fylgja eftir myndatökunni eða niðurstöðunum, hver ætlar að sjá til þess að fólk fái endurkomutímann sem ég er að segja að það er að fá, eða bara hvað sem er, hver ber ábyrgð á þjónustunni sem er verið að veita. Og
eins og ég held að Alma hafi sagt að upphafi manngjár er eitthvað svona common sense is not that common. Þetta er ekki eins og við þurfum að vera með teymisnálgun. Við erum öll að koma að sjúklingi að þjónustunni á mismunandi máta, hvort sem ég sem talskona sjúklinga, aðstandendur, sjúklingurinn sjálfur, félagsráðgjafi, læknir, hjúkrunarfræðingur. Við þurfum að vera með teymisnálgun þannig að við getum bara að skoða mismunandi sjónarhorn. Og við þurfum líka að þjálfa okkur í samskiptum, af því að samskipti hefur alltaf verið látið eins og eða oft verið látið eins og samskipti sé eitthvað svona rosa einfalt. Við bara tölum saman, þú bara skilur mig, þetta er ekkert mál, en við þurfum stöðugt að þjálfa okkur og æfa okkur í því. Og sérstaklega kannski eins og núna þegar við erum að tala það eru aukin krafa frá fólki bætta þjónustu, það eru aukin krafa upplýsingar, það eru aukin krafa frá fjölmiðlum og það kannski við þurfum að æfa okkur í erfiðum samskiptum af því að fólk segir, og þetta bara, ég veit, þú varst að segja þetta núna í síðasta fyrirlestri og ég hef heyrt þetta frá öðrum sem hafa verið að kvarta yfir þjónustunni, svona fálæti og þögn og það er ekki svara, það virðist vera eitthvað sem að við kannski bara sem manneskjur, ekkert frekar heilbrigðisstarfsfólk en aðra manneskjur, eigum til að gera þegar hlutinni verða óþægilegir og erfiðir, að þá bara hættum við að svara, við bökkum bara aðeins og bíðum aðeins, þetta líði ekki hjá, en við þurfum að þjálfa okkur í samskiptum og erfiðum samskiptum. Þurfum líka að minnka stéttaskiptingu innan kerfisins, ekki bara sjúklingar starfsfólk, þetta milli starfsfólks og við séum svolítið svona, við erum öll að nálga sjúklingin út frá bara mismunandi áttum. Og við þurfum líka að vera sammála mikilvægi þess að efla rödd sjúklinga og efla rödd aðstandenda og það sé eitthvað sem við raunverulega ætlum að hlusta á og hafa með. Og svo talaði aðeins áðan, læra á atvikum, ábendingum, hvað breyttist og hvað gerðist. Og það hefur svolítið verið svona, það sem ég verið aðeins að skoða, að auðvitað við eigum að læra atvikum. Eigum að læra og gera betur, en það er ótrúlega erfitt, allan nú fyrir mig, þegar ég er í nýju starfi og eftir ný í þessu starfi og er svona að reyna að sjá bara hvað hefur við gert við þessi atvik eða þessi mistök eða þetta sem gerðist, að það er ofsalega erfitt ofta að sjá það eða finna það, kannski er það einhvers staðar, en við vitum ofta ekki eins og bara hvað er gert til að bæta einhver mistök voru gerð. Og hér er ég bara með dæmi frá Bretlandi að þetta er alveg nýtt, þetta heitir Martha's Rule og Martha var sem sagt, ég held hún hafi verið 13 ára stelpa sem var að hjóla og datt og stýrði á hjólinu og fekk áverka á milta, lá hann á spítala í dálítinn tíma, endaði svo með því að hún var samt bara að gekk allt vel, en svo fekk hún sepsis og dó. Og það var rakið til svona alls konar atvika, það var ekki hlusta á foreldrannar, þau ítrekað reyndu að segja að það var eitthvað að segði, það var óreyndur læknir að vinna, sérfræðingur var heima á sér, það var svona ýmislegt sem var. En núna semst var frá því apríl 2024 verið að innleiða þessa reglu, að bara til að koma í veg fyrir að þetta komi fyrir einhver aðra mannesku. Það er hvað var þetta aftur? Að það er sem sagt patients, families, carers and staff will be round the clock access to a rapid review from separate care team if they worried about the person's condition. Það er bara þau eiga að hafa aðgang að öðru áliti ef þau óska eftir því. Og þau höfðu óska eftir því en fengu það ekki. Þannig að mér finnst einhvern veginn við höfum alveg smá svona tækifæri til að nýta betur hvað gerist og einhvern veginn því miður það hafa atvik gerst og það mun örugglega því miður fleiri atvik gerast að nýta þau svolítið til að segja bara notum þetta til einhvers góðs, til þess að muna að bak við allar sögurnar er fólk, það er margt þarna sem var brúta hjóla og datt og við viljum muna sögurnar þeirra og þau þurfi ekki að verða sögur annarra af því við viljum ekki jarða atvikið með sjúklingnum því miður, sem gerðist því miður. Heyrðu, og svo ætla ég bara aðeins að segja í lokin að ég er náttúrulega talskona sjúklinga á Landspítala og það er þarna pínu lítið letur úr starfslýsingunni minni en mitt hlutverk finnst mér ætti að vera kannski að mestu ósýnilegt að því ég á að vera að vísa leiðina, afhenda fólki gjallarhornið eða míkrofóninn, vekja athygli á málefni sjúklinga og tala málið þeirra og fylgja eftir ábendingum og svo langaði mig að segja ykkur aðeins þessar þjónustukannanir af því að þetta er kannski vonandi verður þetta stórt skref í að efla sjúklinga í að segja meira frá hvernig þau upplifa þjónustuna, hvort þau séu að fá umhyggju, hvort við séum að hlusta áhyggjur, hvort við séum með þátttakendur í eigin meðferð, hvort þau fá upplýsingar og fræðslu og hvernig reynslan var og við séum að vinna með þær ábendingar sem að koma í gegnum þessar þjónustukannanir sem að munu vera sendar fyrst á alla sjúklinga á legudeildum og svo þegar þetta verður full innleitt þá fá allir sjúklingar og manneskjan sem er skráð nánast aðstandandi þjónustukönnun eftir komi á legudeild eða göngudeild eða bara hvernig sem það er. En við þurfum að halda áfram, við þurfum að hlusta á fólk og ég fór á svona alþjóðlega geðráðstefnu í apríl og rauði þráðurinn var þar bara heilbrigðisstarfsfólk þarf að hlusta á sjúklinga á bara miklu dýpri hátt heldur en við nokkuð tímann gert áður. Þurfum að veita upplýsingar og við þurfum líka að fá álit sjúklinga, aðstandanda eða
sjúklingasamtaka á verkefnum, á gæðaskjölum, hvernig horfir þetta við ykkur? Notendur þjónustuna þurfa að vera með í málþingum og ráðstefnum. Það ótrúlega þegar maður fer svona að setja á sig þessi gleraugu, þá er maður eitthvað, vá, við erum ótrúlega gjörn í að vera með svona málþing og fullt af erindum hvað við erum frábærar og veita góða þjónustu, en það er enginn sem er að segja frá því hinum endanum hvernig þjónustan horfir við þeim. Og við þurfum að hlusta á sögur og nýta til umbóta og við þurfum bara virðingu fyrir því að við höfum öll ólíka sýn. Og mér finnst þetta ótrúlega fyndin mynd, en þetta er samt, þetta eru tvö sjónarhorn sem eru gjörsamlega ólík. Og einmitt kannski getur við verið að horfa einhverjum þetta er geggjaflott, þetta er ógeðslega flott dýr, en það eina sem sjúklingurinn sér er þetta hér, að þegar við spurðum aldrei hans sjónarhorn. Þannig ég ætla að ljúka þessu á því. Takk kærlega fyrir. Jæja, þá er komið að kaffihléi. Ég verð að hrósa fyrirlesurunum fyrir að hafa haldið svona vel á spöðunum hvað varðar tímann. Við erum bara alveg á mínútunni. Það er boðið upp á kaffi hérna frammi í sal vinstra megin við útganginn og við hittumst aftur 14:50 eða eftir 20 mínútur.
Já, þá er klukkan 14:50 og við hefjum aftur leikinn. Í þessari lotu hér á eftir verður fjallað marga þá þætti sem geta haft neikvæð áhrif á sjúklingaöryggi. Má þar sem dæmi nefna starfsumhverfi heimilislækna, ofnotkun myndgreininga og vangetu sjúklings til að taka þátt í eigin greiningu og meðferð. Fyrstur er Oddur Steinarsson, heimilislæknir og framkvæmdastjóri Heilsugæslunnar á Kirkjusandi og hann mun nú flytja erindi aðgengi, greiningar og samfélagi þjónustu. Gjörðu svo vel, Oddur. Takk fyrir að fá að vera með ykkur í dag. Ég aðeins útúrdúr í byrjun að ég ákvað að nota mér aðeins gervigreindina en í gær þá fengum við fékk ég heimsókn sænskan vin sem ég frétti að vera á landinu. Hann sér tölvumál fyrir nokkrar heilsugæslur í Gautaborg þar sem að ég var í 7 ár og hann var að sýna okkur gervigreind sem þeir eru farnir að nota á 3 stöðvum. Það sem að gervigreind hlustar á samtal og skoðun í rauntíma og gerir nótu beint upp úr þessu og kemur með tillögur að greiningum og fleira og þeir eru búin að vera að vinna að þróun á þessu síðasta árið og þetta að verða ansi flott hjá þeim. Ég fékk Inga Steinar einmitt til að vera með okkur í gær og fylgjast með þessu og ég skilst að þetta sé komið mun lengra en við hérna heima. Þannig að mér dauðlangar til þess að kaupa þetta og taka þátt í þessari þróun því að þetta getur bætt skráningu hjá okkur og vonandi greiningar eitthvað. En svona í undirbúningi að fyrirlestrinu þá var ég að grúska svolítið og ég spurði gervigreindina út í öryggismál varðandi heilsugæsluna og ég fékk 7 megin þemu í því fram og þar númer 1 greiningar, villur í greiningum eða seinkun á greiningum. Og við til dæmis hvað varðar greiningar að þá settum við á kerfi í heilsugæslunni 2017 þar sem að það fara inn allar greiningar til landlæknisembættisins og eru hluti af greiðslukerfi heilsugæslunnar á landsvísu í dag og hugmyndin með þessu að það sé sjúkdómstengd hverjar heilsugæslu sé hluti af greiðslum til hennar þannig að það sé meira greitt fyrir að sinna þeim sem þurfa á þjónustuna að halda. Og þá eru mjög áhugaverðar tölur frá Svíþjóð varðandi þetta að til dæmis í Gautaborg þá fjölgaði sykursýkisgreiningum næstu 100% á rúmum 2 árum þegar þetta kerfi var tekið í gagnið og þetta ýtir mjög við fólki að skrá kannski eitthvað betur og greina betur virðist vera. Og í sykursýkinu við vitum við það að það er mjög mikilvægt að vera aktífur og vakandi fyrir því. Það er sjúkdómur sem hefur alvarlegar afleiðingar yfir lengri tíma og sérstaklega ef ekki er meðhöndlað vel. Eitt í greiningunum að það er seinkunin á greiningum og því miður að eins og Margrét Ólafur sýndi okkur fram á áðan að þá er aðgengið og mannskapurinn sem við höfum á gólfinu til að sinna þeim verkefnum sem við erum með, hann er ekki í takta sem við hefðum viljað. Og við viljum ekki sjá þessa þróun í raun og veru á sama tíma og þjóðin að verða eldri og við erum að sjá aukning í lífsstílssjúkdómum og þá þarf aðgengið í þessu að verða betra. Varðandi lyf þá erum við að skrifa út mikið af lyfjum. Þegar við vorum að gera í átaksverkefni bætta sýklalyfjanotkun þá kom það fram að 90% af sýklalyfjum eru skrifuð utan spítala. Þannig að það er mjög mikilvægt að vanda til lyfjanotkunar og sérstaklega í nærþjónustunni. Við eigum að vera kóngulóin í netinu líka að halda utan sjúklinginn varðandi hans lyfjanotkun. Hann getur verið kannski að fara til 3 ólíkra sérfræðinga, nýbúin að liggja inn á spítala og svo framvegis. Þannig að það er mjög mikilvægt að þessi vel utan þetta haldið. Það komið miðlægt lyfjakort sem búið að vera í þróun undanfarin ár
Það hafa svona verið aðeins barnasjúkdómar í byrjun með það en vonandi stendur það til bóta því að þar er margt mjög gott. Það er miðlæg yfirsýn yfir þau lyf sem að skjólstæðingur okkar er að taka, jafnframt því sem að það er aðgengi að milliverkana grunni til þess að geta þá tekið út eða lagfært í því ef það eru hugsanlega milliverkanir eða lyf í sama flokki eða annað slíkt. Nú, samhæfing á þjónustu, það ber að sama grunni að við erum með skjólstæðinga sem kannski liggja inn á sjúkrahúsi mitt sem eru að fara til margra ólíkra sérfræðinga, eru í teymum, geðheilsuteymum og svo framvegis og þarna þarf að bæta úr, að við þurfum að halda betur utanum. Tölvukerfin styðja við þetta mörgu leyti en það hefur líka ákveðna galla. En samhæfingin í því er að verða betri og betri og vonandi verður til dæmis eins og sögukerfið keyrt í einum grunni á landsvísu þannig að allar heilsugæslur séu samkeyrðar og þessi samhæfing inn í sjúkrahúsin. Samskipta örðugleikar, að það er misskilningur milli þjónustuveitanda og þjónustuþega. Það getur ýmislegt komið þar upp á. Oft er þetta milli teyma og annað skjólstæðingar okkar misskilja. Þannig að það er mjög mikilvægt að þeir hafi tíma, maður hafi tíma til að útskýra og heimurinn er að verða flóknari og flóknari og varðandi rannsóknarniðurstöður þá erum við að fá alveg gríðarlega mikið orð, við erum að senda í mjög mikið á rannsóknum í dag. Sjálfur er ég að fá tugi blóðrannsókna og myndgreiningar tilbaka í hverja einustu viku og senda þetta til skjólstæðinga minna. Í blóðpröfunum til dæmis iðulega, það er svona í 80% tilfella einhver blóðpröfan stjörnumert einhvers staðar og það þarf að útskýra þetta allt. Það getur oft verið erfitt að senda tölurnar beint til skjólstæðings, það getur valdið misskilningi. Þetta veldur oft líka áhyggjum að senda þetta svona og þessi heimur er að verða flóknari og flóknari. Myndgreining, það er mikil eftirspurn eftir myndgreiningum. Aðgengi er náttúrulega fremur gott hér á landi og það er alltaf spurningin hvar á að vera jafnvægið í því hvað við gerum mikið og hverju eigum við að neita. Þetta er mjög erfiður balans. En ef mann grunar eitthvað þá þarf maður oft á tíðum að klára það með myndgreiningum. Síðan flæðir inn líka hverju viku flæða inn tugir læknabréfa og annarra samskipta þannig að ég í mínu starfi sem heimilislæknir á gólfinu að mestu leyti að þá dugar venjuleg vinnuvika engan veginn til þess að halda utan allt það sem að flæðir inn og er í kringum mann og það er óskir tíma hjá manni en ég sjálfur með 1400 manna samlag ásamt í að stýra heilsugæslustöð. Ég hefði gjarnan viljað minnka mitt samlag en það er bara ekki neitt til þess að taka við því. Nú að fá skjólstæðinginn meira með inn í meðferðina, að upplýsta á betur og við sem að vinnum við þetta, við vitum það að okkur gengur langbest að hjálpa þeim sem hjálpa sér sjálfur. Fólk sem hefur áhuga og leggur sig fram í að gera eitthvað í sínum málum eða taka á því sem að og sérstaklega í lífstílsjúkdómunum sem að verða meiri parturinn af því sem við fáumst við í lengdina. Þá gríðarlega mikilvægt að það sé gott samtal og það sé skilningur okkar skjólstæðinga í því hvað við erum að eiga við til þess að ná sem bestum árangri. Og þetta tekur tíma og jafnframt upplýsa líka skjólstæðinga okkar að fylgjast með. Ég reyni alltaf að gera mína skjólstæðinga samábyrga. Ég sendi tilvísun á þennan, láttu mig vita að þú ert ekki búin að heyra í honum innan 3 vikna. Ég sendi myndgreiningarbeini, láttu mig vita ef það er ekki búið að kalla inn og svo framvegis. Þannig að maður reynir að tryggja það að það falli ekki á milli að gera hlutina. Síðan það 7. þátturinn, það kerfið og þetta
sjáum við ekki bara á Íslandi. Ég fulltrúi læknafélagsins í sitjandi nefnd lækna sem ráðgefandi fyrir Evrópusambandið og maður sér það alls staðar í Evrópu og út allan heim að heilbrigðiskerfi að glíma við vanda. Eftirspurnin vanlega mun meiri en framboðið og þjónustu og það vantar starfsfólk. Það er alþjóðleg krísa á heilbrigðisstarfsfólki og lönd að keppast að toga til sín fólk og einmitt hefur verið gagnrýnt að þróuð ríki sé að toga til sín starfsfólk til dæmis frá Indlandi og ríki sem þurfa á sínu starfsfólki að halda heima. En varðandi heilsugæsluna þá mönnunin í mínum huga eiginlega stærsti vandinn í dag og þetta svolítið tala við fyrirlesturinn sem Margrét Ólafur var með hérna áðan. Þetta eru tölur sem ég fékk frá Sjúkratryggingum Íslands í fyrra vor sem sýna fram á það að hjá heilbrigðisstofnunum og sjálfstætt starfandi heilsugæslum eru 44% landsmanna með skráðan heimilislækni. Í fyrra haust fékk ég jafnframt aðeins dýpri tölur, ég fékk þetta niður á höfuðborgarsvæðinu á lækna og þar sá ég að það voru jafnframt skráningar ennþá í gangi hjá læknum sem voru búin að vera langtíma veikindum eða voru jafnvel hætti störfum. En það mjög mikilvægt að bregðast við þessu. Nú, hvað varðar vinnuna að þá þetta fréttir sem við sjáum aftur og aftur. Sjálfur hef ég verið að vinna á læknavaktinni með minni vinnu á Kirkjusandi og jafnframt förum við líka á Hólmavík. Það svona okkar eiginlega brunavörn okkar læknanna á Kirkjusandi að fara nokkrar vikur á ári á Hólmavík. Þar maður kannski með 30-40 viðtöl á viku og 2 útköll yfir vikuna. Þar hefur maður tíma. Það er svo gaman að vera læknir ef maður hefur tíma. Þetta frábært starf. Þar hefur maður tíma til þess að klára málin og gera það sem gera þarf oft. Þar maður ekki það ekki allt yfirfullt og maður að tróða marfaðan alla vikuna eins og maður gerir fyrir sunna. Þannig að við förum þangað en læknavaktina, mér hefur fundist það svolítið skylda mín að taka þátt í henni en það svona eiginlega keyrði yfir í vetur. 30. desember þá var ég 3. læknir á læknavaktinni. Ég var kallaður út rétt fyrir klukkan 10, þetta var á laugardegi. Það komu 444 þennan dag. Við vorum held ég 7 læknar, sumir hlutu deginum en ég stóð til miðnættis og sá tæplega 90 manns. Og eftir þetta þá eiginlega hugsaði ég þetta gengur, ég get ekki, ég ekki að veita góða þjónustu, svona vil ég ekki vinna. Þannig að ég hef tekið eina aukavakt en ég sagði þeim af rúllu á læknavaktinni. Og það þýðir heldur ekki að láta álagið flæða þarna yfir. Þangað erum við að fara í okkar frítíma helgar og kvöldin til þess að vinna. Og eru nú að redda því sem að reddast ekki á daginn oft á tíðum. Þarna við hliðina sjáum við könnun sem frá 2018 sem að Læknafélagið gerði og Ólafur Þór Ævarsson, geðlæknir, vann með okkur. Og þarna sjáum við álags, hvaða læknum finnst þeir vera undir og miklu álagi og þetta hefur fremur aukist síðan þá. Nú, varðandi mönnunina, þá velti ég því töluvert fyrir mér og ég búinn að vera hérna heima núna í 10 ár frá við komum heim frá Svíþjóð. Og það umræða, endurtekin umræða einkarekstur og hún fer oft í einhverja grafgötur og hún fer oft bara í tóma vitleysu. Ég hef verið að velta því fyrir mér undanfarið. Við erum með 35 manna klásus inn í sjúkraþjálfun og ef að þeir 35 klára masterinn sem 5 ára ná sem flesti gera, þá fá þeir starfsréttindi. Það opið fyrir þá alla að starfa sjálfstætt. Það engin umræða og hefur engin umræða verið það að þessar sjúkraþjálfunarstöðvar grafi undan almannatryggingakerfinu. Ef að við í heilsugæslunni hefðum síðustu 20 árin haft 35 á ári í heimilislækningum og þeir hefðu haft sömu starfsmöguleik og aðrir, þá held ég að við værum í allt öðrum
málum heldur við erum í dag. Og sama tíma geta flestir aðrir sérfræðingar opna stofur. Þannig að einhvern veginn eru föst í svona málum. Álagið eykst ár frá ári, þetta á höfuðborgarsvæðinu og ég ætla bara að fara aftur í norsku rannsóknum eins og Margrét fór í, að þetta að vera með alltaf 30% minni komur á bráðamóttökur og innlagnir og lækkun á dánartíðni, þau eru búin að vera með fastan heimilislækni í 15 ára eða lengur. Hugsið ykkur hvað þetta myndi skipta miklu máli inn í okkar kerfi. En þetta svolítið veruleikinn sem við erum að glíma við í dag. Jafnframt erum við með eiginlega, það ekki neitt sem heitir eiginlega ordning og reta í íslensku heilbrigðiskerfi eins og Svíarnir segja. Það vantar miklu betri skilgreiningar á því hver á að gera hvað og hvað almannatryggingakerfið á yfir höfuð að gera. Við erum búin að kvarta yfir í undanfarin ár, það hefur orðið mun meira áberandi allt pappírsfarganir sem við stöndum í. Það ekki nóg með það að það sé innan kerfisins, heldur eru tryggingafélög. Það eru tryggingafélög eins og Sjó og Almennar með fólk að mæta til okkur með 4 síður sem við höfum að fylla í varðandi sjúkdómssögu og skoðun og ákveðnar rannsóknir til þess að það kaupi sér sjúkdómstryggingu eða líftryggingu. Hvenær var þessi samningur gerður? Og fólk mætir í 20 mínútna bókaða tíma með þetta. Og meðan að gamla fólkið hjá mér þarf að bíða í mánuð eftir tíma, þá finnst mér þetta ekki til fyrirmyndar. Og það hefur ekki verið tekið á þessu ennþá. Lífeyrissjóður eru að gera vottor sem fólk sendt til okkar til þess að skipta sínu réttindum. Af hverju eru við að taka þátt í svona? Af hverju að nota almannatryggingakerfið í svona? Eins atvinnuveitendavottorð. Í Svíþjóð er það þannig að það er ekki gerð, almannatryggingakerfið gerir ekki vottorð fyrir veikindi sem eru skemmri vika. Þetta eru oftast umgangspestir sem ganga yfir að sjálfu sér. En þar viljum við grípa og ég svo hjartalega sammála, við eigum að grípa þá sem þurfa á þjónustu að halda þegar verða alvarlega veikir og veikjast lengur, þá eigum við að grípa það. Síðan er töluvert ónæði af lögmönnum, lögmannsstofum og það eru ákveðnar stofur sem skera sig þar úr. Það er dæmi beiðni yfirfarna, ég sendi út sjúkraskrá í sumar mánaðamótin júlí-ágúst. Við þurfum að fara yfir alla sjúkraskrár sem fara út, passa upp á að sé ekki vitnað í þriðja aðila eða haft eftir þriðja aðila. Þessi lögmannsstofa sendi okkur ítrekkun 3 sinnum fram í byrjun september. Það er mánuð að biðja eftir tíma hjá mér, ég ætla ekki að loka tímum svo ég geti farið að senda lögmönnum sjúkraskrár. Þeir verða bara að biðja 1 eða 2 mánuði, eða kannski aðeins lengur. Þannig að það er ýmislegt sem við getum gert og ég held að við notum heilsugæsluna og heimilislæknina allt og lítið og við þurfum að efla það mjög og það heyri ég að nágrannaþjónurnar leggja gríðarlega áherslu á í sinni nálgun varðandi aukna öldrun og aukna sjúkdómsbyrði varðandi lífsstílssjúkdóma. Þannig að ég held við ættum svolítið að horfa til nágrannalandanna og gera eins og þau. Takk fyrir. Takk fyrir Otur. Næsta erindi er of- eða vangreiningar sjónar- og röntgenlæknis og það er Arnar Þórisson, yfirlæknir á röntgendeild Landspítala sem flytur það. Gjörðu svo vel. Sælverið, takk fyrir boðið. Arnar heiti ég og ég sem sagt yfirlæknir á röntgendeildinni á Landspítalanum og ég ætla aðeins að tala frá sjónarhorni röntgenlæknis van- eða ofgreiningar í læknisfræði. Mikilvægi myndgreiningar. Eins og margir vita þá er sem sagt myndgreining miðlægur og afgerandi þáttur í greiningu og meðferð flestra sjúklinga með vefræna sjúkdóma nú til dags. Mikilvægi myndgreiningarinnar eykst með hverju ári
áratug. Það kemur ný tækni, hægt að gera nýjar og betri myndir. Myndgreiningin eykur hraða og nákvæmni greininga verulega miðað við klíníska skoðun og blóðprufur og annað. Þetta hjálpar mjög mikið og er ómissandi og grundvallaratriði læknismeðferðar við alvarlega sjúkdóma, en þetta kemur alls ekki alfarið í staðinn fyrir sjúkrasögu og skoðun. En hvernig er staðan almennt á Íslandi varðandi myndgreiningu? Eins og Oddur kom að hérna rétt áðan, þá er aðgengi að myndgreiningu yfirleitt mjög gott. Ég er nýkominn heim eftir 15 ára dvöl á Norðurlöndum í Svíþjóð og sem röntgenlæknir þá kom mér verulega óvart hversu gott aðgengi er bæði á spítalanum og utan spítala að myndgreiningu á Íslandi miðað við það sem ég er vanur. Notkunin hins vegar er töluvert mikil miðað við flest nágranna og viðmiðunarlönd sem er bæði gott og slæmt. Allar helstu nýjungar eru teknar upp innan viðeigandi tíma sem er mjög gott og aðgengi að öflugum greiningatólum, til dæmis tölvusneiðmyndum og tækjum, er mjög gott á landsbyggðinni, en hins vegar sér maður einnig á landsbyggðinni að það eru nokkrir veikleikar. Okkur vantar betra aðgengi að til dæmis ómun og segulómrannsóknum sem er tækjakostur og líka mannkrefjandi ómtækið, og svo er einnig takmarkað aðgengi að inngripum utan höfuðborgarsvæðisins. Þá meina ég taka sýni og svo þess háttar sem við sjáum hérna. En þátttaka sjúklinga og hvernig geta þeir stuðlað að eigin öryggi við rannsóknir? Aðgengi sjúklinga að sjúkraskám og niðurstöðum rannsókna er fyrir hendi. Þetta kerfið er til, við erum með upplýsingarnar, og þegar aðgengi er gott, er þörf á aðkomu lækna til að tryggja og bæta skilning á niðurstöðum sem er að öllu jöfnu ekki á færi ófaglærða. Við sem röntgenlæknar skrifum okkar svör á læknamáli fyrir lækna og það hefur komið upp, sem sagt, svo umræða á Norðurlöndunum eða í Svíþjóð til dæmis, hvort að maður eigi að breyta sínu verklagi og einbeita sig frekar að því að skrifa svör sem eru auðveldar að lesa fyrir alla, sjúklingana einnig. Þetta hefur ekki verið gert, en þessi umræða er enn í gangi, en það eru bæði kostar og gallar við þetta eins og annað. Í framtíðinni er ég hins vegar alveg sannfærður á því að það á eftir að vera aukin þörf á aðgengi sjúklinga að okkur sem er röntgenlæknum. Við erum eins og staðan er í dag í litlum beinum samskiptum við sjúklinga, því miður. Og það er þörf á aukinni upplýsingagjöf til sjúklinga varðandi rannsóknir, og þá er ég að tala bæði almennar upplýsingar, hvað ert að fara í, hvers konar rannsókn, hvernig er undirbúningur og annað, og varnarorð þegar við á. Og svona verkferlar eru til og það er stöðugt verið að vinna í þessu hjá embættinu og með aðstoð Landspítala til dæmis. En ef við förum aðeins og kíkjum á ofnotkun og vannotkun, hvað meinum við með því? Ofnotkun myndgreiningarannsókna felur í sér nokkrar hættur. Kostnaðurinn fyrir samfélagið og sjúklingin eykst. Álag á bjargir sem eru takmarkaðar verður mikið og of mikið. Við erum bara x mörg sem getum gert þetta. Og svo er annað sem er mikilvægt sem er oft ekki rætt almennilega finnst manni, tilviljanafundir aukast, sem getur leitt til oflækninga og áhættu fyrir sjúklingana. Sjúklingurinn fer í rannsókn út af einhverjum einkennum og svo sjáum við eitthvað á myndinni sem þarf að fylgja upp. Það þarf að fara í fleiri rannsóknir, fylgja upp í x mörg ár og í versta falli kannski taka sýni, útsettur áhættu á þeim í sýnatöku. Þannig að tilviljanafundir þarf alltaf að hafa í huga í sambandi við þetta. Og einnig geislahættu, áhætta vegna geislunar. Ekki allar rannsóknir okkar nota geisla, en algengasta rannsóknin hér er tölvusneiðmynd og hún nota þó nokkuð af geislum.
Þannig að þetta var einnig alltaf að hafa í huga. Og hér er ein mynd úr stöðuskýrslu frá ráðherra frá í maí 2022 og þið sjáu hér þetta er heildarfjöldi tölvusneiðmynda og segulómrannsókna á hverja 1000 íbúa og svo erum við með Ísland og svo meðaltali í Evrópuríkjum. Ísland veit ég að liggur aðeins undir meðaltali flestra Evrópuríkja í sambandi við notkun á segulómun. En hér sjáum við að saman þá erum við töluvert yfir og mismunurinn er vegna þess að við erum að gera miklu meira af tölvusneiðmyndum hér heldur en þekkist annars staðar. Vannotkun á myndgreiningu felur í sér glötu tækifæri til að fá rétta greiningu fyrir sjúklinginn og helst sem ég sé er vannotkun hér á landi er að við erum að nota vitlausar aðferðir. Við erum að nota þessum aðgengilegt tölvusneiðmyndir í staðinn fyrir segulómrannsóknir sem eru tímafrekari og erfiðar að fá tíma kannski. En það er svona eitt sem maður þarf alltaf að hugsa með líka. Það er þetta, við reynum alltaf að koma sjúklingunum í rétta farveginn, í besta tækið fyrir bestu miðað við spurninguna sem er verið að leita eftir. Það er bara ekki alltaf alveg optimalt, eins og maður segir. Og annað dæmi bara vannotkun til dæmis skimun á lungnakrabbameini sem er ekki ennþá verið tekið upp en kannski kemur bráðum. Ofnotkun, þá förum við aðeins í hinn áttina. Það er ófaglega skipulagleg til dæmis skimun eða notanda stjórnu skimun án læknisfræðilegs grunns sem veldur oflækningum, eykur heildaráhættu, kostnað í þjóðfélaginu og getur þess að valdi töluverðum áhyggjum hjá sjúklingum. Slík skimun tekur bjargir frá faglegri þjónustu og ekki síst í mannafla fagfólks. Þetta þarf ofta að gera fleiri rannsóknir og þá eru aftur komin inn á þessu aukafundi sem við myndust lítilega á áðan. Valdefling skjólstæðinga er mikilvæg en huga verður að endanlegri niðurstöðu í flókinni nútíma læknisfræði. Við erum að taka allan pakkan inn í myndina. Vangreining getur falið í sér að greining fæst ekki með rannsókn þótt að það væri mögulegt og aukin áhætta á slíkum vangreiningum getur falist í skorti á mannafla svo sem röntgenlæknum eða skort á fullkomnum tækjum eða ofnotkun rannsókna. Umgjörð starfseminnar þarf að vera sterk til að lágmarka hættu á vangreiningum. Í því sambandi ber að hafa í huga að alltaf 5% myndgreiningarannsókna eru að einhverju leyti ófullkomnar hvað varðandi túlkun, það er að segja svarið. Og þetta kemur mikið inn á samspil röntgenlækna og beiðandi lækna. Við þurfum að hafa góða sjúkrasögu vegna þess að myndin er alltaf túlkunaratriði. Fer mikið eftir það hvað maður sér, það þarf að tengja það saman við sjúkrasöguna og einkenni sjúklings. Þannig að það skiptir okkur mjög miklu máli að hafa góða sjúkrasögu. Og mikilvægt er ekki síst með aukinni þátttöku sjúklinga í eigin meðferð að skilningur sé á þessu að greiningarhæfni myndgreiningar er ekki fullkomin því miður. Og þá ekki að vænta þess að niðurstaða myndgreiningar sé endanleg eða óhrekjanleg. Já, og þetta myndist ég á. Allar rannsóknarniðurstöður eru túlkun á mynd í samhengi við sjúkrasöguna. Og svona að lokum þá er hér bara stutt úr skýrslu frá stjórnarráðinu, stuttupunktur sem passa vel. Það er við uppvinnslu sjúkdóma má fara ýmsar leiðir að sama marki og eru það gjarnan mismunandi dýrar og tímafrekar. Til að tryggja gæði, skilvirkni og hagkvæmni er mikilvægt að rannsóknum sé beitt af skynsemi þannig að úr þeim komi upplýsingar sem eru nauðsynlegar til greiningar og meðferðar sjúkdóma. Það er að segja að við erum alltaf að reyna að fara bestu leiðina fyrir sjúklingana sem eru skjólstæðingarnir okkar. Og þá þakka ég fyrir mig.
Næsta erindi verður flutt á ensku og heitir Diagnosis and Care of Patients with Severe Mental Disorders. Það Astrid Freisen, geðlæknir á göngudeildinni á Kleppi sem flytur það. Hún vinnur í teymi fyrir sjúklinga með geðhvarfasýki. Gjörðu svo vel, Astrid. Yes, I'm one of these foreign doctors, so excuse me that I'm talking in English. My Icelandic is not that good yet. I'm working on it, but it's kind of challenging. Just to introduce me a bit, I'm a specialist for psychiatry and psychotherapy. I studied at Freiburg, Adelaide, and Zurich, and then was working at the University Hospital in Aachen, and then came over to Landspitali in 2021. I'm in the scientific board of Gessler Félag Íslands, and I'm doing this talk because I'm also like a consumer of medical services because I have a lived experience of bipolar disorder. In psychiatry, we often have situations when patients cannot express themselves. So for example, when they are intoxicated, when there is catatonic depression or psychosis, severe depression or mania, psychosis, delirium, and dementia. And I would like to talk about catatonia today and just share two very challenging situations with you that I had after arriving to Iceland. So catatonia is like a condition that can occur in severely ill patients, for example, with underlying psychiatric disorders. People with catatonia are not able to speak. They cannot perform actions, or they are doing actions that are contrary to the comments of the examiner. They are repeating the movements of others or repeating the words of others. If you put those patients in some position, they will just hold that position and not move, and they actually do not respond to their environment at all. There you have like a short overview. So as I said, it's a condition that can happen in severe psychiatric disorders caused by, for example, schizophrenia or bipolar disorder, but also by autoimmune diseases, for example, NMDA encephalitis, also side effects of medication or withdrawal from drugs, and the treatment is usually either benzodiazepines or electroconvulsive therapy. And this is like one of these positions the patients just hold, so they can stand there for like hours and they don't move. And if you would put the other arm up, the other arm would just stay in that position also. And the problem, of course, is that individuals with catatonia cannot provide a current story. So it's crucial to read about collaterals, to read about the medical history and to talk to the families. And it can take like weeks until the patients will be able to talk themselves or to agree to medical procedures. And the big problem is that the treatment of choice is ECT. And when I talk about ECT in Iceland, at least people born like before 1980, it's always one flew over the cuckoo's nest. So what they have in mind when we talk about ECT is this scene where Jack Nicholson is receiving ECT treatment. But of course, what we're doing now has nothing to do with which was done then. So yes, we are generating a seizure in the brain by using electric pulses, but we are using anesthesia and muscle relaxation. And it's always like really enlightening how rapid people improve with catatonia. So they get out of that state after 2, 3, 4 treatments. But the problem with people in catatonia is they cannot give consent, so the family needs to give consent. And the family needs to give consent to like a procedure that is just very stigmatized. And when they Google for ACT, they will find something like that. So it's not treatment, it's torture. Psychiatrists offering ECT treatment should lose their license, ban electroshock therapy. And of course, this is always a very difficult situation to talk about ECT with the families. And
while I was working on Motoku-Gestalt, I had several patients with catatonia. I want to discuss like 2 cases which were really challenging. So I changed the dates. So I changed genders and things like that so they cannot be identified. So one of them is a woman from Poland who lives in Iceland with her daughters with a known history of bipolar disorder, and she is in psychiatric treatment. The daughters told us, or one of the daughters told us, that her depressive symptoms started about 3 weeks before admission and that there had been medication changes. She also had a COVID infection, and as you probably remember, COVID infections can be a trigger for catatonia. And she was not able to communicate, she has not been eating or drinking, and she could not follow any instructions. So what was good for us in this case is that we had a known diagnosis. We knew, okay, this person is bipolar, so it's very likely that the bipolar disorder in combination with the COVID infection caused the catatonia. And she had a treatment history in Iceland. And when I came to Iceland and saw how much information I can get just by using Heilsugát, I was so stunned, because in Germany it's so much more complicated to get information about your patients. So that was good. What of course was difficult is that she neither talked Icelandic nor English, and that only one of the 2 daughters spoke English, and it happened during COVID, so there was a visiting ban, and she needed to be in isolation. The daughters were not allowed to visit, and the family had had bad experiences with ECT in Poland before. So what was really important, to be like in a very close contact to the family on the phone, really call them every day, because they could not get any information from their mother because the mother wasn't able to speak. We also involved Polish-speaking colleagues to explain what was going on and what we needed to do. And we also had a close contact to the outpatient psychiatrist, and we used the treatment modalities like for patients with delirium. So we made like a clear difference between night and day. They were like always somebody talking to her. We supervised fluid and food intake, and we had physiotherapy and adequate positioning to avoid decubitus. And then we made a trial with lorazepam, and after that it was really easy to talk with the family and decide for ECT, and she got better after like a few treatments, and we could discharge her. The other case is different, but definitely not the same. So we had this very highly educated woman working as a professor at a foreign university. She had no prior history of psychiatric disorders. Also, the family was highly educated, and they were like really skeptic about psychiatry, psychiatric medication, and especially ECT. So when we started to mention ECT, there was just a big no. And good thing in this case was that actually visits were possible because we had no COVID bans anymore, and there were no communication problems with the family because they all spoke Icelandic and English. But what was difficult is that we had no history from her, and that the family members did not have the same point of view. So there was like one family member who said we should start ECT as soon as possible. The other said, no, we have to wait. So this was a little bit tricky. So for her, of course, we had to do a profound somatic workup, MINT-grinding, ECG, blood test, and we were discussing a cerebrospinal fluid puncture, but the family decided against it. We had a very close contact to the family. We had regular family meetings on the ward and also talked to them on the phone. We worked together with neurology to exclude neurologic causes. And with this family, it was really important to provide them with scientific information.
So about the treatment of catatonia, about the latest research, and also to find a good balance between the family's wishes and the well-being of the patients, because from a psychiatric point of view, it's important to treat the underlying disease as soon as possible, which basically means to start ECT as soon as possible, because we know that after 3 or 4 sessions, the patients will be so much better, but the families, of course, don't know that. So in this case, we made a treatment trial with high doses of aripiprazole, which is an antipsychotic drug, because there were like 2 case reports about success with higher doses. And after that failed, we started with ECT. So I told you very briefly that I do have a bipolar disorder, which is, as you know, or can be a recurrent sickness. And what I had in Germany was like an advanced care planning. And I don't know about the other specialties in Iceland, but in psychiatry, this is not used. And I think this is really something we need to change, because what you do in ACP is you plan for future diseases, for future episodes. So in my case, in Germany, I had a plan with the hospital I wanted to go to, the doctors and nurses I wanted to treat me, the medication I wanted to take, and the medication I did not want to take. And the really important thing is that you make that advanced care planning while you are not in a manic or depressive episode, but while you are stable. And this can be really detailed. So for German ACP or ACP planning, you do not only write down a spokesman and a history of effective and ineffective treatments, you also write down how is it with my phone. And this is a huge problem. The phone use on a psychiatric ward while people are still in mania or in psychosis, especially with social media. They really kind of can ruin their reputation by doing that. So in an ACP, you would say, if I am admitted because of mania, I want my phone to be given to my husband or to my sister or to my best friends. I want to have my credit cards closed. I want someone to have my car keys and my driver's license, because as you know, in mania, people often overspeed and they have accidents and so on. And also the care of children and the care of pets. Everything can be mentioned in the advanced care planning. And I really think this is missing in psychiatry in Iceland. With some of my patients, I started to write things down, so they are accessible for everyone who looks into their history. And as I said, this is from the Canadian ACP, so that's probably why it is like this grizzly bear. So what is really important to make this plan before you are in a severe episode. Thank you. Í næstu 2 erindum verður fjallað tæknilausnir sem gera sjúklingum og heilbrigðisstarfsfólki betur kleift að eiga samskipti og fylgja eftir rannsóknarniðurstöðum. Fyrst Kristín Skúladóttir, hjúkrunarfræðingur á Landspítala, sem segir ykkur frá meðveru eða krabbameinsgáttinni. Gjörðu svo vel, Kristín. Já, komið sæl. Ég heiti Kristín og hefur verið verkefnastjóri við að koma af stað þessari krabbameinsgátt eða meðveru. Við kölluðum þetta yfirleitt krabbameinsgáttina inn í krabbameinsþjónustuna því þar byrjuðum við að nota þessa krabbameinsgátt og hugsunin á bak við hana eða nafnið krabbameinsgáttin kemur eiginlega frá sjúklingi sem var einn af þeim fyrstu sem prófaði þessa sjúklingagátt. En hvers vegna svona krabbameinsgátt? Jú, til að auka við stuðning eftirfylgni vegna einkenna sem á upplýsingagjöf til sjúklinga sem eru með krabbamein og eru í meðferð. Og staðreyndin að eftir því sem árin líða þá meira og meira af krabbameinsmeðferð sem gefin í dagdeildar eða göngudeildarþjónustu og milli þess sem sjúklingar eru þar þá eru þeir heima að takast á við einkenni og líðan sína. Og það var sjúklingur sem við vorum sem fengum til að prófa þessa krabbameinsgátt sem sagði mér það:
að hann væri nú bara að eyða 1% af sínum krabbameinstíma í samskiptum við fagfólk. Þess á milli þá væri hann bara sjálfur heima að glíma við allt sem hann þyrfti að glíma við í tengslum við þessa meðferð og það væri nú bara oft miserfitt að ná í einhvern eða fá einhverjar upplýsingar sem honum gagnaðist og á þeim tíma sem hann vantaði það. Eins er í krabbameinsáætlun fyrir Ísland lögð áhersla á rafræna þjónustu fyrir þá sem fá krabbamein. Það stendur meðal annars í krabbameinsáætluninni að sjúklingum með krabbamein eða einstaklingum með krabbamein og aðstandendur þeirra skuli boðinn aðgangur að lokaðri gagnvirkri vefsíðu sem tengist sjúkraskrá sjúklings þar sem fram fyrir upplýsingaveita, stuðningur og ráðgjöf og þessi vefsíða á að auðvelda rauntímasamskipti milli fagaðila og sjúklings eða aðstandenda. Og þegar litu út fyrir landsteinana þá hafa rafrænar vefgáttir verið prófaðar og þróaðar með ýmiss konar fyrirkomulagi innan krabbameinsgeirans og hafa allir rannsakendur getað sýnt fram á margs konar ávinning af svona rauntíma fjarvöktun og fjarstuðningi. Og þetta birtist meðal annars í bættri líðan, bættum lífsgæðum og jafnvel lengri lifun fólks og fólk jafnvel lengur í meðferð eða fær betri þjónustu og oft sér maður líka fækkun bæði á innlögnum og bráðakomum. Undirbúningur að þessari veflausn var í rauninni hófst fyrir meira en áratug síðan og það var eiginlega Nanna Friðriksdóttir sérfræðingur í hjúkrun krabbameinssjúklinga sem áttu upphaflega hugmyndina að þessari krabbameinsgátt eftir að hafa heyrt sambærilegar gáttir á ráðstefnu erlendis. Og hún Lilja Þorsteinsdóttir, hjúkrunarfræðingur á Landspítalanum, bjuggu til mjög ítarlega þarfagreiningu, hvað svona gátt þyrfti að innibera og hvernig hún þyrfti að vera og virka. Og svo tók nú svolítinn tíma að koma þessu á laggirnar en 2018 var gerður formlegur samningur milli Landspítala, embætti landlæknis og Krabbameinsfélags Íslands og Krabbameinsfélags höfuðborgarsvæðisins að koma þessari gátt á laggirnar. Og styrkur krabbameinsfélaganna greiddi fyrir ráðningu verkefnastjóra, samþættingu við tölvukerfi Landspítala, rannsóknir og ráðgjöf tengd innleiðingu og notkun. Og það var á þessum tíma sem ég var ráðin til að fylgja þessu verkefni úr hlaði. Embætti landlæknis hefur síðan borið ábyrgð á hönnun, þróun og prófun hugbúnaðarins í samvinnu við Landspítalann. Og það var sem sagt 2021-22 sem við vorum, 2020-21 vorum við með notendaprófanir og forprófanir og í nóvember 2021 þá hófum við svona formlega innleiðingu á dag- og göngudeild krabbameinslækninga á Landspítalanum. Og samhliða því gerðum við líka smá fýsileika rannsókn á hvernig gáttin virkaði og hvernig fólki fannst að nota hana. Í dag er þessi gátt notuð í allri göngudeild krabbameinsþjónustunni, bæði á dag- og göngudeildum, hjá heimahjúkrun Heru, brjóstamiðstöð og á geisladeild. Sömuleiðis er hún komin í notkun á sjúkrahúsinu á Akureyri og á Selfossi, þar sem einnig eru göngudeildir fyrir krabbameinssjúklinga. Svo veit ég til þess að eins og á Reykjalundi eru þau líka farin að nota þessa meðveruútgáfu af þessari gátt. Og allir nýir sjúklingar sem hefja í rauninni meðferð á Landspítalanum, þeir hafa aðgang að þessari krabbameinsgátt. En hvað er krabbameinsgáttin? Þetta er gátt sem hefur í rauninni þríþætta notkun. Við erum með spurningalista sem við getum sent á sjúklinga og í krabbameinsþjónustunni hefur verið að nota 2 spurningalista, annars vegar DT sem er mat á vanlíðan og ESAS-listan til að fylgja eftir einkenni. Við getum gegnum þessa krabbameinsgátt samskiptagátt sent fræðsluefni á sjúklinga og svo er svona skilaboðagátt þar sem sjúklingar geta sent á okkur skilaboð og við getum líka sent skilaboð á sjúklingin. Spurningalistarnir eru þannig stiltir að þegar sjúklingur merkir við eitthvað einkenni eða vandamál sé til staðar, þá fær hann sjálfkrafa sent fræðsluefni það vandamál sem hann er með, þannig að hann getur mögulega fundið út sjálfur svolítið hvað hann á að gera varðandi þetta vandamál. Og hvaða spurningalistar eru þetta sem við erum að nota? Eins og erum við með þessa 2 lista sem ég nefndi áðan og þetta eru 2 viðurkenndir spurningalistar sem hafa verið notaðir í krabbameinsþjónustu. Báðir listarnir nota matskvarðan 0 til 10. Á DT-listanum þá ertu að merkja við hvernig líður. 0, það er bara fullkomin góð líðan, 10 er versta mögulega líðan og svo eru svona nokkrar spurningar til að greina hvað mögulega gæti verið að valda vanlíðan.
Er það einhver líkamleg vandamál, andleg vandamál, félagslegt? Þetta tekur á þessum málum með bara svona já og nei spurningum. Eins getur sjúklingur merkt við hvort hann vilji tala við einhvern eða þurfi einhvern stuðning með þessi vandamál. Og svo hins vegar þá ESAS-listinn sem þá með 9 algengi einkenni sem fylgja oft krabbameinssjúkdómi og meðferð og 10. valmöguleikin annað þar sem sjúklingur getur skrifað, nefnt eitthvað einkenni kannski sem ekki á listanum fyrir. Ég ætla bara að sýna ykkur stutt nokkrar myndir úr þessari vefgátt. Við erum með vefgáttina þannig stilta að við sjáum ef sjúklingar eru að skora eitthvað hærra á þessum spurningalistum. Þarna sjáum við bara svona pröfuhóp sem við bjuggum til. Yfir meðferðin krabbamein og svo getur sjúklingur verið í fleiri en einum teymi eða þessu svokölluðum pröfuhóp. Þarna sjáum við ef að sjúklingur flaggast að merkja við á bilinu 3 til 6 á þessum spurningalistum, þá flaggast hann gulur yfirlit í hóps hjá okkur. Ef hann merkir við eitthvað á bilinu, einkenni á bilinu 7 til 10 sem eru mikil einkenni, þá flaggast hann rauður og öll línan í rauninni yfirlit í hópsins hjá okkur í sögunni, hún verður rauð. Sama tíma með þessa sjúklinga sem eru rauðflaggaðir þá kemur SMS í síma bæði hjá teymistjóra í viðkomandi teymi sem sjúklingurinn í og líka hjá vaktstjóra sem tilnefndur á hverjum degi. Þannig að það einhver sem á að fylgja eftir þegar sjúklingur að skora hátt. Ef við sjá svona grænt tak þá hefur einhver tíma verið flöggun en það búið að afgreiða hana. Svo líka hægt að bara skoða hvað var ástæðan fyrir flöggun og síðustu með því að íta þarna á píluna þarna vinstra megin. Svo þarna umslag sem sýnir ef það hefur komið skilaboð frá sjúklingi þannig að þessi brugðist við því. Hér ég bara með sjúklingasýn í meðveru, þannig ég bara með opið á einn sjúkling í meðverueiningunni í sögu og þessi sjúklingur sem sagt í 2 teymum. Þarna get ég séð hvernig sjúklingur hefur svarað spurningalistum, bæði DT og ESAS-listanum. Ég get skoðað þetta sem töflu, ég get líka skoðað þetta sem graf. Þarna get ég séð öll síðustu samskipti og ég get séð hvaða fræðsluefni sjúklingurinn hefur fengið sent. Og þarna líka svona tímalína í hvaða röð, þannig við sjáum allar nýjustu upplýsingarnar fremst. Það mjög auðvelt að senda fræðsluefni úr þessu. Við erum búin að setja öll fræðsluefnin þannig þau eru tengd við gæðahandbók. Þannig að sjúklingurinn alltaf með nýjasta fræðsluefni sem til hverju sinni og við bara hökum í þau atriði sem við viljum senda á sjúklinginn og veljum senda og þá við líka komið yfirlit yfir allt sem við höfum látið sjúklinginn fá. Og í krabbameinsþjónustunni vorum við mjög mikið að nota fræðsluefni á pappír, þannig stór hluti af þessu verkefni var að færa allt fræðsluefni yfir á rafrænt form og setja það í gæðahandbók. Fyrir þá sjúklinga sem ekki að nota náttúrulega rafrænar lausnir þá hægt að þarna líka prenta út fyrir sjúklinginn en annars geta við alltaf prentað út úr heilsuverunni. Af því allt sem birtist þarna, það birtist líka í heilsuverunni hjá sjúkling. Þetta var bara eins og ég sagði, þetta allt sótt í gæðahandbók. Þannig get ég valið að senda sjúkling spurningalista, ég vel hvort spurningalistan ég vil, hversu oft ég vil að sjúklingurinn fylli hann út, hvort ég vilja senda á hann áminningu eða ekki. Þannig að það svona, maður hefur ákveðið frelsi í því líka, en spurningalistarnir liggja alltaf opnir, þannig að sjúklingar eru hvattir til að merkja við eða nota spurningalistana ef þeir eru með einkenni. Bara sýna ykkur hvernig þetta lítur út í síma. Þegar við opnum fyrir krabbameinsgáttina eða meðveru hlutan í heilsuveru hjá sjúkling, þá birtist þessi nýji flipi í heilsuveru sem heitir meðferð og þar undir ég bara þarna með krabbameinsmeðferð en mögulega gætu þarna verið aðrar langtíma meðferðir sem sjúklingur í. Þegar sjúklingurinn merkir svo hakar í meðferð og þá opnast þessi 3 flipar með skilaboðagáttinni, spurningalistunum og fræðsluefninu sem sjúklingurinn hefur fengið sent. Hérna sjáum við bara hvernig listaður upp fræðsluefni sem sjúklingurinn hefur fengið. Hérna ef ég opna fræðsluefni þá sjáum við bara hvernig fræðsluefni birtist sjúklingi. Hérna sjáum við hvernig spurningalistaflipin lítur út. Þannig eru bæði opnir spurningalista sem geta fyllt út og líka getur sjúklingur skoða fyrri svör.
og þau fá líka þarna skilaboð þegar þau senda inn að þau fái fræðsluefni það sem þau merkja við. Skilaboðaflipin lítur svona út. Þarna getur fólk bara sendt ný skilaboð en auðvitað bendum við líka á að þetta er ekki fyrir bráðatilvik og allir sjúklingar fá líka fræðsluefni notkunin á heilsuveru. En eins og ég sagði áðan að þá gerðum við fýsileika rannsókn leið og við hófum notkun á samskiptagáttinni og þetta var svona ein arma í rauninni bara fyrir og eftir prófun. Ekkert af þeim sjúklingum sem tók þátt í rannsókninni hafði áður notað samskiptagáttina, þannig að þau voru alveg ný við að prófa þetta. Og þetta voru 2 af 7 meðferðarteymum á göngudeilda og krabbameinslækninga sem tóku þátt í rannsókn. Og úrtakið var íhlutunin fólst í að sjúklingar áttu að nota gáttina eins og þeir væru í meðferð. Fólki fékk munnlegar og skriflegar leiðbeiningar, DT-mat sent 3 yfir rannsóknartímabilið og ESAS-listinn var sendur vikulega til að fylgja eftir einkennum. Valið fræðsluefni var sent á sjúklingum meðferð og lyf og helstu aukaverkanir og svo fengu þau náttúrulega líka þetta sjálfvirka fræðsluefni þegar þeir merktu við einhver einkenni á listunum. Hlutverk meðferðaraðila í þessari rannsókn var að vakta gáttina og vakta niðurstöður og hafa samband við sjúkling ef eitthvað var sem og svara spurningum og skilaboðum. Og af þeim 143 sjúklingum sem var boðið að taka þátt og voru áttu möguleika á því, þá voru 100 sem samþykktu að nota og taka þátt í rannsókninni. Og hvað kom út úr þessu? Það var alveg rosalega góð þáttaka hjá þeim sjúklingum sem tóku þátt. Og það skal tekið fram að margir þessari sjúklingar sem tóku þátt voru bara mikið veikir sjúklingar með stig 4 sjúkdóm, þannig að það var mjög flott þáttaka með við fjöldan sem við vorum með. 78% sjúklingarna svöruðu öllum þessum spurningalistum, full svörun á þessum DT-lista sem var sendur 3 og 70% í þessum lista sem var sendur vikulega, sem okkur fannst nú í rauninni eftir að hyggja frekar bratt að senda þetta svona oft. Og það voru alveg sjúklingar sem voru að flaggast þarna á gulu og rauðu eins og við áttum von á og við brugðumst alltaf við þessum flöggunum, annarkvort með að senda fólki skilaboð eða hringja í sjúkling þegar það voru mikil einkenni. Sjúklingarnir notuðu skilaboðagáttina minna, þeim fannst öryggi í að hafa hana en þau voru ekki margir sem að sendu skilaboð. En við vorum svona vonast eftir að myndum kannski létta aðeins á símanum með því að fólk hefði möguleika á að senda skilaboð og það hefur kannski verið líka raunin. Og bara svona örstutt viðhorf sjúklingarna til gáttarinnar. Almennt fannst langflestum sjúklingum mjög auðvelt að nota þessa gátt. Það var svona, sagði sig svolítið sjálft hvernig þetta átti að vera. Fólki fannst þetta bæta gæði þjónustunnar og flestum fannst nú aðstandendur hefði líka gagn að sambærilegri gátt. Fólki fannst mjög auðvelt að fylla út spurningalistana og svona í heilsuveru og þeim fannst það hjálpa sér að skilja betur eigin líðan og þarfir og þau voru svona meðvitaðir einkenni. Og oft vorum við að lenda í því að fólk bara kemur og segir að já, neini, það er ekki búið að vera neitt sérstakt síðan síðast. En svo þegar maður fer að skoða niðurstöður úr spurningalistanum þá segir já, ég sé að þú mertir hérna við að þetta. Já, ég var búin að gleyma því, kemur þá sko. Þannig að þetta fólk hugsar aðeins öðruvísi einkennin þegar það að fylla þetta út svona reglulega. Og það sem kom okkur á óvart að flestum fannst bara allt í lagi að fylla út svona oft spurningalistana sem við áttum eiginlega kannski ekki von á. Og fólki fannst mjög gott líka að geta fyllt út lista þegar þeim leið illa eða geta sendt til að láta vita hvernig þau höfðu það. Og þeim fannst fræðsluefni mjög auðvelt, aðgengilegt og skýrt og fullnæði þörfunum en það var nokkur sem fannst þeir fá full mikið fræðsluefni því það var alveg upp í það að fólk fékk 79 fræðsluefni, sá sem fékk mest. En það var að því hann var bara merkið við rosalega mikið af einkennum líka. Og varðandi skilaboðin þá fannst þeim, það var nú í 70% tilvika tæplega sem fólki fannst þau fá tímaleg svör. Þetta náttúrulega ekki hugsa sem bráðaþjónusta en við megum alveg taka okkur á í því.
og þeim fannst líka að samskiptin við heilbrigðisstarfsfólk hjálpaði þeim að takast á við einkennin heima. Hérna bara alveg örstutt, ég ætla ekki að fara mikið í þetta, en það kom nú alveg fram marktækur munur á líðan og einkenni, að það batnaði í sumum tilvikum, þá fannst þeim einkennin minnka og vandamálunum fækka og þeim fannst gæði þjónustunar batna með þessari krabbameinsgátt. Þannig svona heilt yfir þá fannst þeim krabbameinsgáttin mjög fýsileg, þáttakan góð í rannsókninni og notendavæðinu auðveld í notkun krabbameinsgáttin, gott notagildi, innihaldið var gagnlegt og fræðsluefni bara skiljanlegt og gott. Og þeim fannst gæði þjónustunar batna við þetta og þau voru svona meðvitaðir eigin líðan og einkenni. Og starfsfólkið sem tók þátt í rannsókninni, þeim fannst líka ganga mjög vel, þeim fannst gáttin einföld í notkun og virka vel. Þeim fannst gott að hafa þessa yfirsýn yfir hvernig fólk hefði haft það síðan síðast og geta líka brugðist við þegar fólk var með einkenni heima. Og sjúklingarnir voru líka betur undirbúnir. Og svo náttúrulega besta var það að fólk var oftast búið að fá fræðsluefni áður en það kom í meðferð. Þannig að það var undirbúið þegar það kom í fyrstu meðferð og í fræðslu og slíkt. En við eigum ennþá eftir að vinna aðeins betur varðandi að festa í sessi verklag og fylgja betur eftir gáttinu og notkun á spurningalistanum. Já, takk. Næstur á mælendaskrá Ingi Steinar Ingason, sviðsstjóri hjá embætti landlæknis. Hann ætlar að segja okkur frá vinnu við miðlægan rannsóknargagnagrunn. Svo vel, Ingi Steinar. Góðan daginn, komið sæl. Já, ég leiði sem sagt miðstöð rafrænna heilbrigðislausna hjá embætti landlæknis. Það var gaman að sjá verkefni að kynningu á svona verkefnum raungerast eins og Kristín var að sýna ykkur áðan með þessa meðveru sem við erum búin að þróa. En það sem ég ætla að tala hérna í dag er annað verkefni sem við erum að vinna að sem hefur verið kallað miðlægur rannsóknargagnagrunnur eða miðlægur rannsóknaraðgangur eða hvað við maður kalla það. Og það eins og oft hefur komið fram hérna í dag, það er náttúrulega rannsóknir rosalega mikilvægur partur í því að greina sjúkdóma hjá fólki og það að hafa aðgang að öllum niðurstöðum á einum stað mun auðvelda mörgum mjög lífið þegar það kemst á. En við skulum kannski aðeins fara í svona raunveruleikann í dag. Svona einföld leit á netinu og eftir minni þá þetta þeir aðilar sem að reka rannsóknarstofur á Íslandi og þeir eru að tala um rannsóknarstofur, þeir líka að tala um myndgreiningu. Og þetta sem sagt allar heilbrigðisstofnanir hringir í kringum landið og Landspítalinn og Sjúkrahúsið á Akureyri og svo þessar einkareknu röntgenstofur og rannsóknarstofur. Náttúrulega mjög margar rannsóknarstofur sem eru þannig að það er ein og hún er þá á Landspítalanum eins og erða og ýmislegt annað sem eru notaðar í svona klínísku starfi. En það sem sagt fyrir heilbrigðisstarfsmann sem að fá til sín sjúkling, þá raunveruleikinn dálítið sá að hann getur þurft að fara á alla þessar staði þar sem búin að setja svona gular doppur við eftir því hvar viðkomandi hefur fengið þjónustu og hvar hann á niðurstöður. Langmest náttúrulega fæst með því að fara í heilsugáttina á Landspítalanum. Þar eru mjög margir hlutir. En þetta dálítið svona stundum erfitt að átta sig á eins og til dæmis það ekki sama hvort að sjúklingurinn á heilbrigðisstofnun Suðurlands eða Suðurnesja hvar rannsóknarniðurstöður eins og röntgenniðurstöður eru geymdar. Þannig að það þarf að fara í eina gátt ef að sjúklingurinn hefur verið á Suðurlandinu, aðra ef hann hefur verið á öðrum stað. Þannig að þetta dálítið snúið og þetta tefur alveg örugglega fyrir greiningu oft á sjúklingum og raunin bara endurtekna rannsóknir vegna þess að það bara mikið mál að finna þær. Það eldri. Og erfitt að átta sig á maður að opna marga glugga, margar gáttir og reyna einhvern veginn að bera saman hluti frá ólíkum stöðum. Þið þekkið þetta vantarlega öll læknandi sem sitja hérna og jafnvel fleiri. En þetta eiginlega
eiginlega líka aðeins verra heldur en það að þetta séu margar gáttir, heldur þetta dálítið svona heima smíðað allt saman og það ekki kóðaðar upplýsingar með neinum svona alþjóðlegum kóðunarkerfum á bakvið þessar rannsóknir. Þannig að þær eru líka í rauninni ósamanburðar hæfar á milli staða. Það ekki sem sagt verið að nota nein alþjóðlegu flokkunarkerfi fyrir eins og blóðrannsóknirnar allar. Þetta bara einhver heimasmíðaði kóðar sem að hver stofnun hefur fundið upp hjá sér þegar bæta við nýjum rannsóknum. Þannig að það í rauninni ekki hægt að taka allar þessar niðurstöður eins og þær eru og setja þær allar í einn gagnagrunn og ætla að birta þær kumulatíft og birta allar niðurstöður sem eru sambærilegar. Þess að það fer eftir því hvað aðferð notuð, hvaða viðmiðunargildi og annað geta verið. Þannig að það í rauninni, þetta dálítið kaos eins og þetta í dag. Og það sem sagt náttúrulega, já, þannig að og svo hvernig svörin berast, það alls konar, menn að senda svörin í gegnum Heklu, eins og röntgensvörin, sumum þurfum menn að fara í gátt hjá viðkomandi aðila til að skoða svörin, þannig að þetta svona dálítið random. Og náttúrulega ef að svarið bara sent á beiðandi lækni þá liggur það hvergi fyrir nema að fara þá í gátt þess staðar til þess að finna niðurstöðuna. Þannig að þetta dálítið flókið eins og þetta og eins og ég segi, þetta kóðunin bara mjög léleg á þessum upplýsingum og það þessi heimasmíðu kóðar í blóðpröfunum, það SNOMED kóðar í GLIMS-kerfinu fyrir sýkingavaldana og sýkla og veiru og það einhverju eldgamlir SNOMED kóðar í meinafræðinni sem sko löngu úreltir og þetta bara þarf að raunin að gera mikið átak í þessu og myndir til dæmis í mismunandi PAX-kerfum heita ekki það sama og ekki hægt að finna þær og raða þeim í einhverja röð og finna alla sneiðmyndir af höfði á einum staði og menn hafa aðgang til dæmis að mörgum rannsóknargrunnum eða röntgengrunnum. En nú þetta svona dómsdags umræða sem komin í gang og næst í þetta fyrirlestur og allir orðin þreyttir en það lausn á þessu og við hjá embættinu búin að vera dálítið duglega að sækja Evrópustyrki og þetta talsverðar upphæðir, þið sjáið upphæðirnar þarna á hverjum styrk og við að sækja fleiri styrki í samvinnu við önnur svið hjá embættinu. Þetta bara styrkir hjá okkar sviði og þetta náttúrulega vítamínsprauta inn í það starf sem við höfum yfirleitt mjög takmarkað fjármagn til þess að vinna að svona verkefnum og það sem skiptir náttúrulega mestu máli í þessu að þarna einn sérstakur styrkur sem gengur út á að deila upplýsingum á milli landa sjúkdóms. Þið sjáu þarna efri hlutin gengur út á patient summary og þessi neðri styrkur 2, það rauninni aðgangur á rannsóknarniðurstöðum og útskriftarnótum og þá verður hægt að ágreiða lyf á milli landa. Þannig að ef maður á lyfseðil í dönsku lyfseðlagáttinni þá hægt að ágreiða viðkomandi hér, þá þarf hann ekki að bögga íslenskt heilbrigðiskerfi til að fá blóðþrýstingslyfin sín gefin út af einhverjum íslensku lækni til að apótek á Íslandi vilji ágreiða það. En sem sagt, þarna rauninni þá að verkefnið að búa til aðgang fyrir erlenda lækna að niðurstöðum fyrir íslenska sjúklinga sem leita heilbrigðisþjónustu erlendis. En við sláum náttúrulega tværflögur í einu höggi og búum til aðgang fyrir íslenska heilbrigðisstarfsmenn til að fá aðgang að þeim sömu upplýsingum og nýtum þar með styrkin í raun til að búa til innviði á Íslandi sem nýtast öllu heilbrigðiskerfinu. Og það alltaf að vera einn svona tæknimynd í kenningum hjá mér. Þið þurfum ekki að muna þessa mynd á eftir. En það sem sagt rauninni bara sýna við að setja ákveðna gátt sem tengist inn í Evrópu og við munum kynna þetta til dæmis á læknadögum og fleiri stöðum núna á næstunni. En þarna sem sagt miðlægur gagnagrunnur inn í umhverfinu okkar þar sem við ætlum að safna upplýsingum niðurstöður eða niðurstöðunum sjálfum. Og það þýðir ekkert endilega við ætlum að vera með þetta allt í einum gagnagrunni heldur ef að það eins og á Landspítalanum kannski allar niðurstöður fyrir allt landið ákveðnu sviði í einum grunni þá þurfum við ekki að fara að búa til einhver aðra lausn fyrir það, þá sækjum við bara niðurstöðunar í það kerfi sem á Landspítalanum. Þannig að það sem sagt, en til þess að þetta allt saman virki þá þarf á milli landa, þetta International Patient Summary sem verður að byggja þarna og þið sjáu að allt sem að þessi verkfræðingur að nota þarna staðlaðar upplýsingar og það náttúrulega nauðsynlegt til þess að sé hægt að deila upplýsingum á milli landa
Það þýðir ekkert að birta einhvað íslenskt heiti á einhverju rannsókn fyrir einhvern spænskan lækni sem að reyna átt að sjá hvað rannsóknir voru gerðar. Þannig að þetta þarf að vera kóðað þannig að við getum þýtt þetta yfir á mörg tungumál og þetta að vera staðlað þannig að öll kerfi út alla Evrópu geti notað upplýsingarnar. Og það svona kannski dálítið spark í rassinn fyrir okkur sem að hafa verið hérna á Íslandi að gera þetta svona bara dálítið með okkar eigin hyggjuviti. En það sem sem verkefnið framöndan og þetta ekkert neitt, ég ekkert að segja að þetta sé auðvelt verkefni og við þurfum mikið samstarf í rauninni við allt heilbrigðiskerfið til þess að þetta gangi og við þurfum í rauninni að varpa öllum eða búa til kóðun á alla rannsóknir sem að gera í landinu til þess að geta deilt þeim og til að hafa þær svona samanburðarhæfar niðurstöður, getum grúppað saman sömu hlutina og við þurfum síðan í rauninni að búa til gagnagrunn sem að þá með annarkvort öllum niðurstöðunum í eða linka yfir á niðurstöður þar sem þær eru til. Þannig að fyrir suma hluti eins og kemíu niðurstöðurnar allar þá náttúrulega svo mikilvægt að niðurstöðurnar séu í einum grunni til þess að geta fengið gott yfirlit óháð því hvar rannsóknin var framkvæmd á þessum sjúklingi. Það dálítið erfitt eins og þetta í heilsugáttin í dag þar sem hægt að skoða niðurstöður frá sameind en þú farð þá bara þá niðurstöðu og svo þarf þetta að fara í hrósið og skoða niðurstöður sem í FlexLab og þetta verður aldrei svona umhendis í rauninni í öllu. Og sama þá að hugsa með röntgenniðurstöðurnar eða myndgreiningarnar að það verði svona virtual PACS kerfi þannig að það eru til kerfi sem eru víða notuð erlendis sem að í rauninni búa til bara eitt svona inngang og gögnin verða áfram bara í PACS kerfum hverjum stað en það samt fyrir viðkomandi hefur aðgang á öllu bæði þá niðurstöðunum og myndunum. Og svo tengjum við náttúrulega við Evrópugáttina og út úr þessu kemur þá í rauninni fyrir innanlandsmarkað þá kemur í rauninni staðlaður HL7 Fire server sem getur skilað öllum rannsóknarniðurstöðum fyrir sjúklinga sem þá hægt að tengja beint inn í sjúkraskrárkerfi. Þannig að það þarf ekki að fara í einhverja gátt til að skoða þetta, þú ert bara inn í sínu sjúkraskrárkerfi að vinna og getur skoða niðurstöðu fyrir alla sína skjólstæðinga eins og sé án þess að þurfa að fara í gáttir hingað og þangað út allan bæ. Og þetta mjög óvenjulegt fyrir okkur hérna á Íslandi að við erum að vinna einhverju sem á ekki vera búið á þessu og ekki á næsta heldur og þar næsta ári. Þannig að en þetta langt ferli og þetta eins og þið sjáu, það eru margir verkþættir sem þarf að vinna og þetta er ekki einfalt. En við ætlum að bretta upp ermar og eins og sést og spýta í lófana. Takk fyrir. Síðustu 2 erindi málþingsins sem flutt verða hér á eftir fjalla það hvernig við tryggjum kunnáttu og þekkingu heilbrigðisstarfsfólks og hvaða viðmið við höfum í því. Fyrst Inga Sif Ólafsdóttir, lyf- og lungnalæknir á Landspítala og aðstoðarkennslustjóri við Læknadeild Háskóla Íslands. Og hún flytur okkur erindi hvernig kennum við læknanemum að greina rétt. Þess vel. Takk kærlega fyrir. Mjög gaman að fá að tala við ykkur hérna í dag og þetta málþing ýtti svolítið við okkur í læknadeildinni nýjungar sem við ætlum að implementera strax í ár, sem ég ætla að segja ykkur frá hérna eftir. En við viljum náttúrulega öll vera þessi læknir að hafa þennan sjúkling sem svona ánægður. Það hlýtur að vera okkar markmið. Grunnnámið hér við Læknadeild Háskóla Íslands 6 ár. Fyrst eru 3 ár til BS-náms og svo eru 3 ár í kandídatspróf. Við erum með alþjóðlegt próf sem allir okkar 7. ársnemar þreyta sem þetta CCSE-próf. Það þreytt af öllum nemum sem eru í bandarískum læknaháskólum eða skólum tengdum bandaríska kerfinu sem byggja þeim stöðlum og íslenskir nemar hafa tekið þetta próf í verða 15 ár og hafa staðið sig mjög vel í þeim samanburði sem hefur verið. Það breytti svolítið mikið hjá okkur árið 2021. Þar urðu reglugerðarbreytingar og þannig að við hafa allir læknar sem útskrifast hafa eftir vorið 2021 útskrifast með fullgilt lækningaleyfi. Það þýðir að þegar þeir klára læknanámið hér, þá eru þeir fullgildir læknar, þeir þurfa ekki að vinna neitt ár, þeir þurfa ekki að skila neinu, þeir eru bara fullgildir læknar og það er ekkert
þeir þurfa ekki að gera neitt frekar en það að geta starfað sem læknar og það er mikilvægt að það séu atriði kennd í læknadeildinni þannig að við séum ekki að búast við því að það muni allir gera einhvern annan ákveðin grunn ofan á þetta læknanám sem að muni kenna vissa hluti. Annað var að núna í haust tókum við inn 75 læknanema í læknadeild HÍ. Ég kem heim fyrir 11 árum, þá vorum við í tölunni 40, vorum að hækka 48 og fannst það mikið. Þetta töluverð hækkun og við erum alltaf að bregðast við því með því að passa að kennslan sé samt góð og implementera nýjar lausnir í kennslu sem ég ætla aðeins að segja ykkur frá. Það er rosalega mikilvægt að allir hlutar læknanámsins séu staðlaðir og standist alþjóðlega samanburð. Þá í bæði við grunnnámið en líka framhaldsnámið eftir grunnnámið. Það sérnám sem boðið upp á hér á landi. Það er sífellt aukin krafa að læknanámið sé þverfaglegt, að læknar starfi af fagmennsku og með öryggi sjúklingsins að leiðarljósi og að við útskrifum örugga og afkastamikla lækna. Þetta viljum við gera. Ef við hugsum aðeins hvernig við byggjum læknanámið upp, að þá á fyrstu 3 árunum þá erum við að kenna grunnfræðin. Við erum að kenna atriði eins og líffærafræði, frumulíffræði á fyrsta árinu. Við erum að kenna lífeðlisfræðina og sameindalíffræðina, veirufræði og sýklafræðina, ónæmisfræði. Við erum að kenna námskeið þverfaglegri samvinnu bæði á fyrsta ári og 3. ári sem er sameiginleg með öllu heilbrigðisvísindasviðinu. Við erum með meinafræði og lyfjafræði og síðan erum við með stórt rannsóknarverkefni í lok 3. ársins. Þannig að sjáu þetta er mjög breytt sem við erum að fara yfir þetta í grunninn og mikilvægt að tryggja að þessi grunnur sé góður. En samhliða allir þessari kennslu þá erum við með sálfræðina og samskiptafræðina sem gangandi þráð í gegn. Og það er rosalega mikilvægt því að þegar ég kem heim þá var samskiptafræðin bara kennd á 1. og 2. ári og svo bara ekkert. Þetta þarf að vera þráður í gegnum allt námið og við erum mjög stolt af þeirri breytingu sem við höfum gert í læknanáminu til þess að ná því fram. PBL, eða Problem Based Learning, var kennsluaðferð sem kom fram fyrir svona 15 árum. Þá voru margir læknaskólar sem skiptu alfarið yfir PBL, það átti að leysa öll heimsins vandamál. Svoleiðis áttu að kenna læknisfræði. Þetta fólst í því að strax í upphafi náms þá voru nemendur látnir fá einhver klínísk vandamál og áttu að tengja þessi einkenni og teikn við það sem þeir voru að læra hverju sinni í þeim grunnfögum sem þeir voru í. Við byrjum að kenna samkvæmt PBL strax á 2. ári og á 3. árinu eru svo með verklega klínískar æfingar þar sem að nemendur hafa fengið þjálfun í að safna upplýsingum með sjúkrasögu og skoðun og er að kynna þetta fyrir öðrum og æfa sig að gera vandamálalista og koma með tillögur að greiningum og slíku. En það er náttúrulega auðséð að þau eru ekki að fara að setja greiningar og verða fullnuma í því í fyrri hluta námsins. Það hlýtur að koma í seinni hlutanum. Seinni hlutin er klínískt nám. Þannig hann fyrir mestmegnist fram inn á heilbrigðisstofnunum hér á Íslandi og með það við sem komum 75 nema þá erum við náttúrulega líka að fara að breyta aðferðafræðinni við hvernig við kennum og fara að stórauka notkun á heilbrigðisstofnun utan við þessa klassísku 2 sem hafa verið Landspítalinn og SAK. Á 4. árinu þá koma inn stóru fögin eins og lyflæknisfræði og skurðlæknisfræði. Á 5. árinu kemur fæðinga- og kvensjúkdómafræði, barnalækningar, geðlækningar, taugalækningar og fleiri greinar. Á 7. árinu förum við svo að reyna nýtaldast saman. Þá kemur heimilislækningarnir, við komum þar með svæfingarlækningar, við erum með fyrirbyggjandi læknisfræði, réttarlæknisfræði. Mjög mikið af svona kursum sem að hnýta saman og þar erum við líka með 6 vikna klínískt verklegt nám sem við settum inn þegar við gerðum þessa breytingu 2021. Þar erum við svolítið að hnýta saman endana. Þar erum við svolítið að tékka af að þau hafi raunverulega þær hæfnikröfur sem fullnuma læknir þarf að hafa sem útskrifast og fær fullgilt lækningaleyfi. Samhliða öllu klínísku námi þá eru verklega klíníkur þar sem þau eru að æfa sig í greiningu og slíku. Að loknu læknanámi fara langflestir læknar hér á Íslandi í sérnámsgrunn sem er 1 ár og það ár er fyrsti hluti af öllu sérnámi hér á Íslandi. Þú verður að byrja að taka þann grunn. Og það starfaðu bæði innan heilsugæslunnar og á sjúkrastofnunum. Þetta er í rauninni hornsteinninn í allri kennslu hjá okkur í læknisfræði. Við viljum kenna læknum klíníska rökleiðslu. Við viljum að læknirinn upplifi sér í þessu skemmtilega hlutverki að vera í svolítum leynilögguleik. Við erum að safna upplýsingum og við ætlum að nýta okkur þá þekkingu sem við höfum.
En það að við erum komið með samskiptafræðina svona sem þráði gegn einmitt að því við viljum alltaf að sjúklingurinn sé í forgangi. Við viljum alltaf að þetta sé, fólk sé að tengja við þann sem að sækja þjónustuna. Við vinnum mikið í því á fyrstu árunum að kenna þeim að safna upplýsingum. Það það með sjúkrasögu og skoðun, að safna saman þeim einkennum og teiknum sem að sjúklingurinn með. Það þarf að síðan að vinna úr þessum upplýsingum og það þarf að greina vandamálið og læra að þekkja ákveðið mynstur einkenna. Að þessi einkenni benda til þess að vandamál sé kannski frá lungum meðal önnur einkenni benda til þess til stoðkerfisvandi. Og við þurfum að kenna þeim að velja viðeigandi rannsóknir og það á klínísku árunum, þá erum við mjög gagnrýnir að reyna í þessum verklegu klínikum að láta þau færa rök fyrir af hverju viltu gera þessar rannsóknir og ekki aðrar. Sem einmitt inn á sem Arnar segir, aðgengi að myndgreiningum frábært hér á Íslandi en við þurfum líka að passa upp á að nýta resursana á réttan hátt. Við þurfum að kenna þeim að túlka niðurstöðurnar og að komast að réttri greiningu og gera síðan viðeigandi meðferðarplan og tryggja eftirlit í framhaldi í samráði við sjúklinginn. Það sem hefur komið meira og meira inn í allt læknanám ígrundun. Að þetta nokkuð sem við verðum að gera strax í upphafi náms að fólk sé að hugsa hvað gekk vel, hvað hefði mátt ganga betur, hvað lærði ég af þessu tilfelli. Þetta á að verða bara leiðarljós sem að sé alltaf að gera þetta, jafnt og þétt. Og það nokkuð sem við byrjum bara strax á fyrsta ári í samskiptafræðinni með og höldum áfram í gegnum allt námið og þetta svo bara partur á sérnámsgrunninum og frekara sérnámið. Þannig að þetta komið inn í allt ferlið. Nýjungin núna team-based learning og það komin í læknaskóla sem kenna eingöngu team-based learning. Það all kennsla þannig, hefðbundin fyrirlestrar fara dottnir niður. Flestir svona, þetta ekki sama bóla og problem-based learning var? Hvar erum við? En þetta mjög spennandi námsleið. Þetta felur í sér að læknanemar fá ákveðin tíma til að undirbúa sig fyrir námsdaginn. Það vitað að það kannski verður efnið að greina einhvern lungnasjúkdóm. Þannig að þeir fá tíma til að undirbúa sig. Og þá þeir að fylla svolítið upp í sína, jængaturn, einhvern leikinn þegar maður vantar í mann eitthvað. Fylla upp í sínar, hvaða þekkingu vantar þig? Þarftu að vita meira Já, þannig að þú lestir til og undirbýrð þig. Síðan tekur einstaklingsprófi í upphafi námsdags. Síðan skilar því prófi inn og síðan tekur hópurinn sem svona 6-8 manna hópur saman sama próf og þarf að komast að niðurstöðu. Þurfa að ræða saman og það þó æfing í að tala saman og færa rök fyrir af hverju þetta svar rétt en ekki annað. Eftir þetta próf þá endurgjöf á rétt svör og hópurinn fyrir svolítið sjálfsgagnrýni, hvernig þeir túlkuðu þetta og síðan fá þau klínískt dæmi til að takast á við. Það alveg 2 tíma prósess og í þetta dæmi byggðin alls konar hluti sem þau þurfa að taka á og þetta þurfa þau að beita klínískri rökleiðslu og samþætta það sem hefur verið tekist á við í læknanáminu. Í lokin svo samantekt svona ákveðin key take-home messages og jafningjamat og ígrundanir. Þetta mjög spennandi námsleið en þeir sem gagnrýna bæði þessa námsleið og PBL segja að nemandinn sem ekki mjög sterkur kunnáttulega, hefur ekki nægilega góðan grunn, hann getur vanist upp á að giska. Hann getur vanist því að treysta bara því sem næsti maður segir án þess að gagnrýnið hugsa, þetta örugglega rétt? Og það það sem að þeir sem að fara í team-based learning, svona vinnustofur og að læra hvernig á að vera með þetta, þeir þurfa virkilega að læra að pikka upp þessa hluti svo að fólk falli ekki í þessar gryfjur. Hvaða staðreyndir hér? Þegar ég var beðin að halda þennan fyrirlestur, þá fór ég og spurði því ég yfirlæknir sérnámsgrunnslæknir á Landspítalanum og fór og talaði við hópinn sem hjá mér. Og mér fannst bara rosalega áhugavert að segja að þeim finnst ekki að þeir hafi fengið kennslu í læknadeild við að setja greiningar. Þeir hafa fengið kennslu að greina hvaða sjúkdómur En þegar kemur að því að setja greiningu, hvort sem það í lok viðtals og heilsugæslu eða þegar við erum að útskrifa sjúklingunum að gera læknabréfið, þá voru þau stundum, vikt, hvað maður segja, þeim fannst þetta að vera svona svolítið ábyrgðarhlutverk og að þau væru kannski ekki alveg undirbúin fyrir þetta. Sömuleiðis sögðu þau, tölvukerfi stingur upp á greiningum. Við bara ítum á takka og það kemur bara lista af mögulegum greiningum. Það ekkert þarna bakvið sem segir á hverju byggir þessi greining, hver setti þessa greiningu, hvenær var hún sett? Hafa greiningaskilum ekki breyst frá því að hún var sett fyrir 10 árum síðan? Þetta örugglega rétt greining í dag? Þannig ég held að þarna væri náttúrulega ættu tölvukerfin að styðja okkur betur með því að við vera með hlekki í ákveðna hluti.
eiginlega allir, og nú voru það ekki fólk sem var búið með heilt ára sennarskrinni, bara búin að vera nokkra mánuði, eiginlega allir hefðu hitt fyrir sjúklinga sem hefðu verið með greiningu sem þeir vissu ekki af. Hefðu ekki verið upplýstir þessa sjúkdómsgreiningu. Og þar erum við líka að segja, þú veist, við þurfum sjúklingurinn á að vita hvaða greiningar hann er með í kerfinu. Og þegar ég hef kennt við læknadeild í Skotlandi, ég hef kennt við læknadeildinni í Uppsala í Svíþjóð og hér heima, og ég verð að segja að við erum mjög góð í að kenna klínísku rökleiðsluna, við erum mjög góð að kenna þessa þætti, en þegar kemur að þessum hluta að setja greininguna og að efast að greiningi sé rétt, þá kannski gætu við verið betri. Áherslu dagsins í dag frá WHO eru að réttar og tímalega greiningar séu fyrsta skrefið til forvarnar og árangursríkrar meðferðar og að skilja greiningaferlið og þau pitfall sem eru á leiðinni ættu að fækka röngum sjúkdómsgreiningum. Það eru rosalega margar lausnir aðgengilegar til þess að fækka slíku og þarna þurfum við heilbrigðisstarfsfólk að fá stjórnendur, þá sem að halda utan kerfin okkar, þá sem halda utan tölvukerfin og annað, að vera virkir í að leita að kerfum sem eru með innbyggða lausnir til að finna þessa hluti. Ég hlakka til þegar þessi nýjung sem að Oddur var að segja frá, sem er búin að vera að bæði komið vestanhafs og Evrópu, svona kerfi sem er að taka þetta upp. En það breytir því ekki að læknir verður áfram að vera gagnrýnin á þær upplýsingar sem eru settar inn og hvernig eru settar upp. Sjúkdómsgreiningin er teymisvinna. Marta var að tala þessa þrennu, skjólstæðingin, fjölskylduna eða stuðningsnetið í kringum skjólstæðingin og svo heilbrigðisstarfsfólk. En hugsiði líka þriðjendingin sem er í kringum heilbrigðisstarfsfólkið. Þar eru við með ólíka sérgreinar innan læknisfræðinnar sem þurfa að tala saman til að komast að réttri greiningu. Við erum að tala ólíkt fagfólk innan ólíkra heilbrigðisstétta þarf að vinna saman til þess að meðferðin verði sem best. Og við höfum ákveðið að breyta vissu í læknadeild bara strax núna. Eins og segi, við vorum alltaf með það sem klíníska rökleiðslu sem hluta af okkar 6 vikna kursi og vorum að meta þau hvernig þau stæðu sig í því, en við ætlum að bæta við þetta núna. Við ætlum að láta nemendur fá fræðslu hvernig rétt að standa að sjúkdómsgreiningu, hvað þarf til þess að staðfesta sjúkdómsgreiningu. Við ætlum að láta nemendur æfa sig á raunverulegum dæmum þar sem reynir á greiningafærni og hafa innbyggt í tilfellin atriði sem oft leita til ómeðvitraðrar hlutdrægni eða unconscious bias. Við ætlum að láta þau fá tilfelli þar sem að sjúklingur er með einhverja greiningu sem aldrei hefur raunverulega verið rétt sett, af því það er aldrei búið að gera kannski viðeigandi rannsóknir til þess að það sé rétt að setja þessa greiningu. Þó að sjúklingurinn hafi reykt og þó að hann sé með ákveðna breytingar á röntgenmynd, þá getum við ekki sagt að hann sé með langvinna lungnateppu fyrir að við erum búin að gera blásturspróf. Þannig að það er svona atriði, ákveðna hornsteinar sem að fólk þarf að vera meðvitað Við ætlum að láta nemendurna sem eru í 6 vikur á einn og sömu deildinni, það munu allir hitta skjólstæðing sem er að leggjast inn, greina hann með einhvern ákveðin sjúkdóm og þá ætlum við að setja þeim fyrir ákveðin verkefni sem felast í því að taka þátt í ferlinu með að upplýsa þau, taka þátt í hvernig verður eftirliti háttað og styðja sjúklingi svona á virkan hátt í greiningaferlinu. Og hlökkum svolítið til að bæta þessu við í þetta námskeið. Á heimasíðunni hjá WHO þá eru þau með þessa mynd og ég stel henni þaðan þegar afsakið. En þeir eru að tala mikilvægi þess að við heilbrigðisstarfsfólk viðhöldum okkar kunnáttu og að við séum með kunnáttu sem standist tímans tönn. Við þurfum að horfa á heildarmyndina og við þurfum að hugsa krítískt og þora að efast hlutina, þora að endurskoða og ekki vera hrædd við þegar sjúklingar biðja okkur slíkt að við séum að fara gegn einhverju öðru. Við erum talsmenn þeirra sem eru að leita til okkar. Við þurfum að vera viðbúin því að það eru fullt af atriðum sem geta haft áhrif á okkar ákvarðanir. Við getum verið fyrirfram sent mindset að einhver sem kemur hita og hosta og grænan uppgang, hann lítur fram með lúnabólgu. Hann getur verið með kannski eitthvað allt annað. Við verðum að átta okkur á því að þó að fólk sé með fíknisjúkdóma eða geðsjúkdóma eða eitthvað slíkt, að þá eru þetta einstaklingar sem eru að leita til okkur. Við megum ekki láta svona unconscious bias trufla okkur í greiningum hjá þessum hópum. Við þurfum að vera dugleg að sækja okkur ráðleggingar og taka ráðgjöf frá öðrum frá jafningum, hvort sem það er innan annarra starfsstétta eða annarra sérgreina innan læknisfræðinnar. Og svo viljum við að fólk sé á alltaf að
hugsa að hvernig getum við bætt hlutina, hvernig getum við gert þetta betra. Og það búið að koma endurtekið upp hérna í erindum í dag sem ég finnst vera bara alveg frábært. Þannig að ég held að við verðum að hlíta á þetta sem virkan hluta, bæði í námi en líka í starfi lækna. Og þess vegna ætlum við að taka þetta inn í klínískt verklegt nám og byrja að styrkja þetta. Og mér finnst þessi dagur var bara frábært svona nudge að við getum gert hlutina betur. Og bara vonandi ætla ég mun fara með þetta erindi aftur líka inn í hópinn meðal kennslustjóra sem að stýra sérnámi hérna á Landspítalanum og sjá hvernig við getum tengt þetta inn í sérnámsgrunnin og frekara sérnám. Því ég held að þetta sé eitthvað sem þarf algjörlega að vera upp á borðinu. Mér langar bara að þakka kærlega fyrir að fá að koma inn í dag. Mér finnst þetta hafa verið frábært aðeins að fá að tala við ykkur hvaða sýn við höfum frá læknadeild HÍ og bara vona að þetta sé eitt púsl í myndina sem við viljum öll hafa á landinu. Takk fyrir. Og að síðustu það Ólöf Elsa Björnsdóttir, hjúkrunarfræðingur og verkefnastjóri hjá embætti landlæknis sem ætlar að segja okkur frá norrænu samstarfi við gerð viðmiða færni og þekkingu heilbrigðisstarfsfólks í sjúklingaöryggi. Gjörðu svo vel. Já, kærar þakkir. Það bara virkilega, ég ætla nú eiginlega bara að byrja að þakka fyrir þessi frábæri erindi sem hafa verið hérna í dag. Mjög áhugavert og gaman að fá að hlusta. Og í raun held ég að flest og bara eiginlega öll erindin þau koma svolítið inn á þessa punkta sem ég að fara í með ykkur. En ég ætla en þetta verkefni sem sagt að búa til norrænan viðmiðunarramma þekkingu og hæfni heilbrigðisstarfsmanna unnið sameiginlega af systurstofnunum embættis landlæknis á Norðurlöndunum og við höfum verið í samráði í tengslu við innleiðingu og aðgerðaáætlun WHO patient safety og WHO sem sagt hvetur lönd til þess að búa til einhvers konar námskrá sjúklingaöryggi í hverju landi. Verkefnið á lokastigum og verður birt núna einhvern tímann á næstu vikum. Það eðli málsins samkvæmt unnið á ensku en ég nú búin að þýða og þetta bara svona bráðabirgða þýðing þannig að þið takið viljan fyrir verkið og ég ætla ekkert að telja endilega upp þessar systurstofnanir embættisins en þið sjáu lógóin fyrir neðan. En markmið verkefnisins var að gera svona sameiginlegan norrænan viðmiðunarramma fyrir heilbrigðisstofnanir, menntastofnanir og höfundakennsluefnis og fyrir aðra aðila sem kenna heilbrigðisstarfsfólki til að nýta sér við sína kennslu. Þessi viðmiðunarrammi, hann hugsaður bara sem leiðbeinandi en hann ekki skylda. En af hverju fórum við að gera þennan sameiginlega viðmiðunarramma? Við teljum vera bara heilmikinn ávinning í því að hafa svona sameiginlegan ramma. Það styrkir Norðurlöndin í að efla öryggi sjúklinga og innleiða þessa aðgerðaráætlun. Líka stuðlar þetta samræmi innan Norðurlandanna og þá hæfni og þekkingu sem heilbrigðisstarfsfólk þarf að búa yfir varðandi öryggi sjúklinga. Við vitum það að fólk að flytja mikið á milli Norðurlandanna og jafnvel pendla á milli og vinna á mörgum stöðum eða mörgum löndum í einu jafnvel. Við viljum ná fram betri árangri með samstarfi og sameiginlegum lausnum, sem sagt Norðurlöndin, og það einmitt markmið norrænu ráðherranefndarinnar og þetta verkefni fékk styrk frá nefndinni og að hluta til fjármagnað með þeim styrk. Og við hugsaum þetta líka til þess að vera fyrirmynd fyrir bara önnur aðildarlönd WHO. Hérna nú bara svona rétt yfirlit yfir verkefnið en við vorum allar stofnanirnar áttu sinn fulltrúa í stýrihóp, svo vorum við með verkefnahóp sem svolítið svona vann vinnuna og gerði fræðilegan bakgrunn og tók svolítið saman þau gögn sem við þurftum.
Heilbrigðisráðuneyti í Finnlandi hélt utan verkefnið og svo vorum við með svona referensgrúp eða rýnihóp sem í sátu sérfræðingar í málaflokknum og Helga Bragadóttir var okkar fulltrúi. Í vinnunni við gerðan þessa viðmunarramma þá ræddum við bara mjög ítarlega hvað það sem sameinar okkur á Norðurlöndunum. Við fórum svolítið svona yfir það hvað væri sameiginlegar áskoranir og hvað væri ólíkt og þá er ég náttúrulega aðalega að tala þá innan menntakerfisins og svona hvernig við erum að koma þessum atriðum til skila. Við búum þessi lönd yfir svolítið svona svipuðum lagaramma og reglugerðum sem lúta að heilbrigðisþjónustu og veitingu heilbrigðisþjónustu og það að minnstakosti svolítið sameinar okkur og einnig fannst okkur kannski við Norðurlöndin eiga margt sameiginlegt og stundum svolítið ólíkt öðrum þjóðum innan aðildarhú. Þannig að þessi viðmiðunarrammi, hann byggir á okkar sameiginlegri sýn öryggi sjúklinga. Og við vorum sammála að styðjast við skilgreiningu HÚ sjúklingaöryggi og einnig það byggja svolítið á áður útgefni námskrá HÚ öryggi sjúklinga en sú námskrá er svolítið komin til ára sinna og hún er líka löng og mikil og hún var gefin út árið 2011 en vissulega eru þar ennþá atriði sem eru algjörlega relevant ennþá en auðvitað bara með framþróun og tíma þá þarf að taka tillit til þess. Viðmiðunarramminn, hann sem sagt byggir á þessari sameiginlegu sýn okkar og er settur fram með það í huga að mismunandi markhópar og námsumhverfi þurfa mismunandi þekkingu og mismunandi markhópar og starfshópar þurfa að búa yfir mismunandi þekkingu og færni. Nota þar mismunandi kennsluaðferðir fyrir mismunandi markhópa. Þekking og öryggi tengist þekkingu á ýmsum öðrum þáttum innan heilbrigðisþjónustu þannig að þetta allt saman svolítið samtvinnað. Við vorum öll sammála það að innleiðing þessa viðmiðunarramma þarf að vera sérsniðin fyrir hvert land. Því við auðvitað búum líka yfir svolítið mismunandi menntakerfi og þannig við þurfum að innleiða þetta hver á sinn hátt. En svona sameiginlegu viðmiðunarrammi, hann getur líka stuðlað að enn meira norrænu samstarfi til að efla þessa þekkingu og færni heilbrigðisstarfsfólks á sviði sjúklingaöryggis. Og ég ætla svona að fara yfir hana viðmiðunarramma en hann samanstendur af 15 atriðum og ég myndi nú eiginlega segja að allir sem eru búin að vera með erindi hafi komið inn á þessi atriði með einum eða öðrum hætti. Auðvitað ekki hvert einasta erindi hafi komið inn á öll atriðin en ég heyrði að ég held að bara öll atriðin nefnd. Það er sem sagt æskilegt að allir þekki skilgreiningar og hugtök hvað varðar öryggi og það þarf að skoða það í tengslum við hugtök og aðra þætti innan heilbrigðisþjónustu. Heilbrigðisstarfsfólk þarf að þekkja ábyrgð sína og skyldur, lög og reglugerðir öryggi sjúklinga. Auðvitað þurfum við að þekkja öll þessi atriði kannski misdjúpt og mismikið eftir hvar við erum að vinna. En það er svolítið hugsað þannig að allir þurfa að vita samt sem áður að þessum 15 atriðum. Við viljum að fólki þekki þessa kerfisþætti. Þátttaka sjúklinga og aðstandanda er mjög mikilvæg. Hvernig vinnum við með það? Mannlegir þættir. Við þurfum að skilja hvernig mannlegir þættir hafa áhrif á öryggi sjúklinga. Þetta með streitu og þreyta og okkar eigin þættir hafa áhrif á það á öryggi sjúklinga. Hvernig við veitum þjónustuna. Teymisvinna og samskipti. Að þekkja þessa hugtök teymisvinnu, hvenær er teymisvinna viðeigandi, hvernig eigum að byggja upp teymisvinnu og annað.
Síðan það öryggismenning, að þekkja þau atriði sem lýsa öryggismenningu. Og það þetta traust, að traust ríki innan á milli starfsmanna og það náttúrulega stjórnun kannski lykilatriði í þann vinnustaða bragur sem eins og Alma sagði, að vera með öryggið á heilanum og hvernig við tölum saman. Það það sem skiptir máli. Áhættumat og áhættustjórnun. Við þurfum að fylgjast með og sjá hvaða áhættur eru í framtíðinni og leggja fram hvernig ætlum við að takast á við það. Við viljum skrá, rannsaka og læra af atvikunum og kvörtunum. Og ég ætla bara að segja að þetta eru bara svona fyrirsagninnar, ég fer auðvitað ekki djúpt í hvert atriði, en það munum við geta séð þegar skýrslan verður gefin út. Við viljum fylgjast með og mæla öryggi og velja þar þá réttu gæðavísana, hvernig ætlum við að fylgjast með hvort sú heilbrigðisþjónusta sem við erum að veita örugg. Öryggir ferlar og vinnuleiðbeiningar. Ég held að allavega bæði Ingibjörg og Jón Magnús hafi komið inn á það, að það þarf að vera skýrir og góðir verkferlar og vinnuleiðbeiningar þurfa að vera til staðar fyrir fólkið okkar. Tækni og öryggisjúklinga. Við erum einnig búin að heyra fyrirlestur það. Hvernig tengjum við þetta? Hið mannlega verður auðvitað líka að koma inn í tæknina. Hún þarf að vera notendamiðuð, en við þurfum líka að kunna fara með tæknina. Og að tækni sé hönnuð þannig að öryggin sé tryggð. Lækningartæki og hugbúnaður þurfa að vera þannig og við þurfum að kunna á þessi tól og tæki sem við erum að nota. Skipulag og stjórnun í tengslu við öryggisjúklinga þarf að vera mjög skýrt og það þarf að liggja fyrir hvernig á að stýra og hvernig skipulag í kringum það, til dæmis ef atvik verður, hver á að gera hvað. Þetta þarf allt að liggja mjög ljóst fyrir. Viðbragðsáætlanir og öryggisjúklinga. Við þurfum að upplýsa okkar heilbrigðisstarfsfólk að það eiga að vera til viðbragðsáætlanir, hvar þær að finna og æfa þetta allt saman. Þetta líka hluti af öryggisjúklinga. Síðan þarf hver og einn að þekkja sína starfsemi og þjónustu og hvaða þekkta áhætta í þeirri þjónustu sem ég að veita og lágmarka skaðann í aðstæðum hverju sinni. Og þarna getur verið eins og bara á hjúkrunarheimilum að þá þarf að huga vel að þrýstingsáravörnum, að byltuvörnum. Og þetta getur verið mismunandi eftir því hvar þú ert að vinna. Þannig allir séu vel upplýstir hvað það í mínu daglega starfi sem ég þarf alltaf að hafa í huga. Og ég veit að þetta áhættuþáttur. Og eins og bara yfirfærsla ábyrgðar. Það þekktur áhættuþáttur í hinum daglegu störfum okkar heilbrigðisstarfsmanna. Þið eru heppin, ég bara með mjög stutt erindi. Hér þetta á ensku fyrir ykkur, en það grafískur hönnuður frá Noregi sem hefur núna það verkefni að teikna upp mynd öryggisjúklinga og mun teikna upp þessa mynd af því að það var einmitt samstarfskona, kollegi frá Noregi, hún sagði þegar ég að kenna öryggisjúklinga þá ég mjög oft spurð, ertu með mynd af öryggisjúklinga? Hvað öryggisjúklinga? Þannig að við hugsaum bara það þessi að hafa þekkingu og kunnáttu á þessum 15 atriðum, setja sig inn í það, búa til hæfni viðmið. Í þessari vinnu þá fórum við svolítið í það að skoða hæfni viðmið sem eru gefin út í kennsluskrám og annað hjá námsbrautum og í ákveðnum kúrsum og það var ekki mikið hér á Íslandi þar sem komið inn á þetta með beinum orðum, en vissulega þetta involverað í kúrsa eða involverað í eitthvað, en það vantaði svolítið þetta að nota orðin, nákvæmlega þetta. Og þá hugsuðum við þennan viðmiðunarramma, hann gæti nýst í þannig vinnu. Það þessi learning outcomes. Hvað viljum við að starfsfólkið okkar og allt heilbrigðisstarfsfólk kunni varðandi öryggisjúklinga. Takk fyrir.
Jæja, þá höfum við hlýtt á öll erindi málþingsins. Við höfum fengið að heyra átakanlega sögu Magnúsar Jóels og fjölskyldu hans og við höfum fengið að heyra af ýmsum áskorunum sem við stöndum frammi fyrir hvað varðar sjúklingaöryggi í heilbrigðiskerfinu í dag. En við höfum líka fengið að heyra af úrbótum sem hafa verið gerðar eða eru í deiglunni og sem kannski gefa okkur svolítið hvatningu til að halda áfram veginn og gera betur. Og við vonum svo sannlega að það verði árangur af þessu starfi sem er stöðugt verið að vinna í heilbrigðiskerfinu. Það er að vinna að öryggi sjúklinga og efla samstöðu sjúklinga og heilbrigðisstarfsfólks sjúklingaöryggi. Ég vil þakka öllum fyrirlesurum kærlega fyrir góð efnistök og framsögu og alveg sérstaklega hvað við haldið vel tímamörk. Nú höfum við góðan tíma og ef það einhverjar spurningar þá endilega bara réttu upp hönd. Ég vil bara biðja ykkur að hafa þær helst stuttar og hnitmiðaðar og beina þeim til einhvers sérstaks fyrirlesara. Auðveldara að hafa þannig held ég. Gjörðu svo vel ef einhver vill ríða á vaðið. Ekkert sem að flesti var kannski svaraði í erindunum en mér langaði kannski að heyra, Ingi Steinar ekki það? Já, mér langaði að heyra varðandi miðlæga rannsóknargagnagrunnin fyrir að sjúklingar geti séð eigin niðurstöður þar. Vil ekki koma eitthvað fyrir svo? Streymi, Ég skilst þetta 30 eitthvað að horfa, Já, ég veit núna ennþá 30 eitthvað. Já, auðvitað ætlum við að láta sjúklingarna fá aðgang en það bara hluti sem við viljum vanda hvort dálítið vel við að gera og þannig að það valdi ekki óþarfa álagi og á heilbrigðiskerfið og það þarf náttúrulega líka að horfa á hvernig þessar niðurstöður eru að birtast. Þannig að það almenningur skilji. Við pössum okkur alltaf í COVID til dæmis á að ekki segja út með neikvæða COVID-niðurstöðu. Það því að fólk skilur neikvæða COVID-niðurstöðu jafnvel þannig að það sé með COVID þá. Þannig að það þarf að vanda sig hvernig við setjum svona hluti fram. En auðvitað er þetta á endanum. Allt fyrir 26. Já. Einhver sem hefur einhverja spurningu til fyrirlesarann okkar? Ég held að ef vindum okkur í næsta atriði ef að það er ekkert frekar sem að þarf að upplýsa. Þá kannski eitt atriði viðbót sem ég var að velta fyrir mér, það var varðandi upplýsingamiðstöðina og forflokkunina. Verður gerð þjónustukönnun, Ingibjörg Rós en það? Eða hafið þið nú þegar kannað hvernig fólk upplifir þessa þjónustu og hvort að þið eru að ná til allra sjúklingahópa? Í rauninni ekki. Það ekki komið það langt. Við erum að kanna á það í skjólstæðinga, en við heyrum það bara. Við heyrum það svo vel að upplifunin mjög góð vegna þess að fólk sem þarf á þjónustuna að halda þau fái þjónustuna og við erum að koma fólki í ferð. Það er það sem svo mikilvægt fyrir fólki að það bara setja bara eitt að úti, geta ekkert hvert á að leita og þess að fá eitt tíma. Já, þið finnið það á skjólstæðingum ykkar eða þeim sem hafa hringt inn að þeir eru ánægðir með að vera leiddir áfram í kerfinu, vita hvert þeir eiga. Já, við erum mjög ánægðir. Þá komum ég að næsta lið sem er afhending styrkja úr sjóði, nú skal ég segja, svo ég fari nú rétt með, hjónanna. Nú held ég sé ekki eins og með þetta hjá mér. Þetta á nú að vera hérna. Hérna er það.
hjónanna Bergþóru Magnúsdóttur og Jakobs Júlíusar Bjarnasonar. Og það Alma sem ætlar að veita þessa styrki. Já, þessi ágætu hjón sem nefnd voru, blessuð sé minning þeirra, hann var bakarmeistari Jakob Júlíus Bjarnason og þau gerðu erfðaskrá árið 1932 að eftir andlát þeirra yrði stofnaður sjóður þar sem alla þeirra eigur myndi renna til. Og þetta þá eins og heyra má gamall sjóður og skipulagsskráin var eftir því en þar átti til dæmis að veita styrki til vísindarannsókna, það átti að styrkja fólk til náms í læknisfræði og svo framvegis. Og þegar ég kom að þá hafði þessi sjóður legið óhreyfður árabil sem auðvitað má ekki, svona sjóðir eiga að vera í vinnu og svo voru það auki 4 eða 5 aðrir sjóðir hjá embætti landlæknis og þeir voru enn eldri. Það var til dæmis einn sjóður sem ekki voru mikli fjármunir í sem var ætlað að styrkja fátækt fólk til að fá legupláss á Landspítala og svo framvegis. Og ég fór í það í dauðatímanum í kófinu að sameina þessa sjóði og ég ætla bara að segja ykkur að það ekki einfalt og það unnið í samvinnu við sýslumannin á Sauðárkróki og þar eru góðir vinir mínir í dag en við sameinuðum þessa 5 sjóði og þeir þurfa alltaf að vera trúir upprunalegum tilgangi. Þannig að það tókst að búa þá til nýja skipulagsskrá sem það runnu hinir sjóðirnir inn í þennan stærsta með því að auka gæði og öryggi í heilbrigðisþjónustu og gæði til dæmis aðgengi þannig að þar var hægt að tengja við þennan gamla tilgangum rúma Landspítala. Og við auglýstum, við erum í stjórn, forstjóri auk mín, forstjóri sjúkratrygginga og forseti læknadeildar og þetta líka bara frá upprunalegri stofnskrá en auðvitað hafa breyst heitin í gegnum tíðina. En þetta búið að taka sinn tíma en við auglýstum þá í fyrsta skipti og að tilgangur sjóðsins væri að styrkja gæða á vísindastarfi í íslenskri heilbrigðisþjónustu og með gæðum í heilbrigðisþjónustu átt við að heilbrigðisþjónusta sé örugg, rétt tímasett, skilvirk, byggð á jafnræði, notendamiðuð og árangursrík. Og það má veita styrki til vel skilgreindra gæðaverkefna eða til vísindarannsókna sem hafa fengið leyfi siðanefnda. Og við styrkveitingar til vísindarannsókna skulu rannsóknir á krabbameinssjúkdómum verið í forgangi og það bara eins og upprunalega var mælt fyrir og við auglýstum í júní og með það í huga að afhenda í dag á degi sjúklingaöryggis og við munum halda því áfram og í fyrsta skipti sem við auglýstum núna þá fengum við 10 umsóknir. Við þurftum að hafna 3 en við erum að veita í dag 7 styrki upp á rúmlega 15 milljónir og við erum ekki að skerða stofnir þannig að þá getið áætlað að það eru heilmiklir peningar í þessum sjóði. Og ég ætla þá bara að vinda mér í að afhenda styrkina og biðja ykkur sem að veita viðtöku að koma fram og síðan að við stillum okkur upp í myndatöku og við munum birtum þetta frétt. En við erum þá að veita styrki til 4 gæðaverkefna og 3 vísindaverkefna. Og fyrst ætla ég að biðja umsækjendur frá Reykjalundi að koma en þar verið að sækja innleiðingu á ákveðnu gæðavottunarkerfi og það Árdís Björk Ármannsdóttir sem að veitir viðtöku og styrkurinn upp á 2 milljónir og það munar alveg það. Og svo bið ég þið bara að stilla þér upp. Gjörðu svo vel og til hamingju og gangi svo vel. Og næst ætla ég að biðja fulltrúa frá HVFE að koma upp en það Jóhanna Fjóla, forstjóri, sem ætlar að veita
viðtöku styrkveitingu upp á 2.750.000 krónur og það snýr sömuleiðis að gæðastjórnun og það að þýðingar vinna á gæðastjórnunarstaðli og við sjáum auðvitað svo að þetta muni nýtast öðrum stofnunum þegar lengra komið. Næst ætla ég að biðja Áróru Rós Ingadóttur frá Landspítala næringadeild að koma upp en þau ætla að kanna árangur næringarmeðferðar á lyflækningadeildum Landspítala og það styrkur að upphæð 2 milljónir króna. Til hamingju. Og næst ætla ég að biðja viðtakendur frá heilsugæslunni, Arndísi Stefánsdóttur og Erlu Þóransdóttur, sérnámslækna, að taka við styrk en þar sótti Margrét Ólafía sem hér talaði fyrr í dag. Hún sótti styrk til að þróa tímastjórnunartól heimilislækna með vonum að það geti nú létt á álagi hjá þeim. Til hamingju og gangi ykkur vel. Og síðan ætla ég að fá hingað Sigurdísi Haraldsdóttur, prófessor í krabbameinslækningum, en hún að taka við fyrir sína hönd og 2 annara. En fyrst það styrkur til doktorsnemans Arnar Snær Ágústssonar og hann ætlar að kanna svokallað Lynch-heilkenni sem heilkenni bara eins og brekka og hefur í för með sér aukna áhættu á krabbameinum og þau ætla að kanna áhrif ónæmisspælandi lyfja, hvort þau eru til að auka eða minnka þessa áhættu og þau sóttu styrk að upp að 1.767.500 og fá hann. Og ef ég hef skilið rétt, þá eru doktorsnemarnir 2 á ráðstefnum erlendis að læra meira og þess vegna ekki í dag. En næst það umsókn Ólafar Kristjánu Bjarnadóttur og hún ætlar að kanna meðferðarheldni andhormónameðferðar varðandi brjóstakrabbamein og þar var sótt upphæðina 2.732.100 krónur og hún veitt og ég spennt að vita í hvað þessi 100 kall fer. Og síðast en ekki síst þá það Sigurdís sjálf sem hefur sótt til samvinnuverkefnis, það erlent verk eða í samvinnu við erlenda aðila snemgreiningu á brjóstakrabbameinum því að þar hafa orðið litlar framfarir í meðferð eins og við vitum og bara mikilvægt að kanna hvort eitthvað hægt að bæta horfur þar og það sótt upphæðina 3 milljónir og hún veitt að fullu. Þannig að ég verð að segja að ég mjög sátt við þessar umsóknir og þessa styrki. Þetta eru alvöru verkefni og upphæðirnar líka sem alveg munar og síðan bara hvet ég öll sem hafa áhuga á að efla gæði og öryggi sjúklinga með annarkvort gæðastarfi eða vísindastarfi að fylgjast með þegar við auglýsum aftur næsta vor eða svo og afhendum aftur hér að ári. En það væri nú gaman að fá á okkur mynd og ég veit ekki, tæknimaðurinn ennþá, þetta kannski ekki fallegur bakgrunnur. Hrefna, settu bara glæruna, upphafsglæruna mína á bakvið. Ég ætla að fá að vera með á myndinni. Hérna Elsa Þorberg. Ég á þess að ráðherra. Þetta verra.
Hjálp okkur. Svona. Áhum fyrir svona. Heyrðu, þá þakka ég bara öllum kærlega fyrir framlög og erindi.